loftið. Heitur og bingo. Connect your encoder to go live. Þetta bara með þetta sem svona með stóran svartan böndul. Þeir eru stærri en þetta. Talar eins og... Nei, sem fjarlæði frá mikrofónum að mununni. Já. Þetta með af stórs. Ég var með tverr. Já. Það er alveg hérna. Við erum live. Erum við live? Það er ekki. Garum. Gargatinn. Þetta var mjög gott. Já, það er 15 lóta sem heilsar ykkur á fallegu mánuði. Það er, ég ætla ekki að drekknaðan dagskrá framöndan, en það er dagskrá framöndan. Það er ekkert UFC næstu helgi, það var UFC síðustu helgi og það er stór glímuhelgi framöndan. Núna 14. helgina 14.15. Jú. Jú, og eins og þið heyrið, góðu gestir, það var komin Jú, frenemy. My frenemy. Það er komin góðu gestir í stúdíóið, það er engin annar en Þröstur Njálsson frá VAPC í Kópavogi, þjálfari, keppandi. Nei, ástmaður mikill. Ástmaður mikill, já. Og óvinnur mikill. Já, óvinnur mikill og já, þekktu sem, hei, þú þarna risavaxinn þumall. Hvað var skeggið þitt? Herðu, ég raka alltaf áður en fara að keppa. Rakar þið alltaf áður en fara að keppa? Já, svo ég geti nuddar andlitið, eða þú veist erlendis. Er þetta að gera ekki fyrir Róm? Nei. Gleymdi því. Það var svo upptekinn að komast bara í Róm. Já. En ég reyna að gera þetta svona að síðu núna, að vera vel rakar og vera svo svona eins og einhver leppalúði inn á milli. Já, en þú veist, það er ekkert eitthvað svona, það er engar svona keppniskröfur og þú verður að raka það eitthvað. Nei, ekki neitt. Nei. Það er líka bara, þú veist, ef maður er búinn að vera með skeggið í svolítið tíma og í kulda og skít, þá er matarágangurinn. Maður er að finna kannski, þú veist, eitthvað kjöt bara síðan í fyrir þetta. Já, einmitt. Það er Gamalt verra. pretzel og svona. Svo er maður líka svo þurr í húðinni, maður er svona svo gamall. Þannig að maður þarf alveg að fara að húsa krem og sko dótt. Já, allt ekki því nú þegar. Ekki ennþá, ég er ekki kremkall. Nei. Ég er ekki að láta skvart á mig. Og dry gas. Það er ekki. Eitthvað smá svona sandpappírs líka að geta nutta svona kinninu utan í anstæðingin. Þetta er það, þegar maður er að fara yfir garð út að andum til líf. Já. Það getur hjálpað til. Við erum bara með sandpappirinn í andlutinu bara skilja eftir svona rauðan róða í andlutur á þessum strákunum. Það er svona þurrlis. Það er svolítið Það er maður reynir að gera það, maður reynir að vera svolítið svona fantur í þessu að komast fram úr gardinu eða bara reyna að pína það þess. Já. Af því þú ert að fara að keppa, við erum ekki vinir hérna, getur við vinir eftir á. Já. Eins og í fyrra, þá ristlokka ég 2 og annar er vinur minn í dag, hinn vildi ekki tala um mig. Nei, ég skil það bara mjög vel. Já, Ég þarf alveg að fara yfir svona rislavarnir fyrir ferðina mína. Ég hef ekkert pælt í risla. heldur því að þegar við glýmdum daginn, ég segi náttúrulega einhvern frá hvað gerist eða hvernig það fór, en Nei. það var lærdómur. Já, hún er bara svona eitthvað chill. Það er ekki að létta. Já. Það var áður. Aðeins að rúla maður. Þú lærir ekkert of mikið af því, sko. Nei, þetta var alveg slagt hjá okkur, Það er bara kós. þetta var fómlegur. Það var bara, já, það var bara foreplay milli tveggja manna á fertugsaldri sem að einhvern veginn bara missa hárið og vinna vinnu bekoðið bara með því að knúsast. Nákvæmlega, Það er bara svolítið að virka. það er bara þannig. Herru, en við ætlum náttúrulega, sko, þið í VAPC að fara til Írlands, Dublin, á Dublin. Grappling Industries og við ætlum að hafa útsendara frá Reykjavík Emma í stúdíónu. Við vorum með Villa í síðustu viku, Villa Tortur, eða Villa Glímu, sem að neita að láta kalla sig Villa Black. Þetta skilt á mjög vel. Mér finnst það ótrúlegt. En þannig að hann er náttúrulega líka að fara að keppa helgina á ADCC í Serbíu, ásamt mér. Ég hef samt svona auka á hjól. Ég ætlaði bara að fara sem fjölmiðlamaður, en svona fyrst ég var á svæðinu og þá Keppum maður. keppi maður bara. Maður er bara að keppa. Ef maður fer undir svona, þú getur ekki sleppt tækja fyrir að fara að keppa. Nei. Þetta er svona svipað eins og Eiður sagði við mig í fyrra, að við strákarnir ætlum á Evrópumeistaramótið, ég bara, ok, ég kem með. Já. Hann bara, ok. Nice. En við keppti Eiður. Nei, hann var bara þjálfari. Já. Það er samt til að sjá hann keppa, sko, en Af hverju keppir hann ekki? Hann ætlaði að keppa Grappling Industries í fyrra og svo fekk hann ekki anstæð. ja, það getur vel verið, ég var ekki viss ef við vissi ekki að því. Nei, ok, ég skil. En hvernig er svona undirbúningur þinn gengið og hvað ætti bara að vera að fókusa á? Hörðu, ég er eiginlega bara búinn að fókusa mikið á að vera með pressure passing og svo vera bara með stjórn áðurinni fyrir submission. Já. Daði sagði við mig, sko, því ég kom frá Evrópumeistaramótinu að við ætlum að taka bara góðan tíma til þess að laga það sem var að Evrópumeistaramótinu og það er fótalósanir, búinn að laga það. Og svo er ég núna bara búinn að einbæta með að því að þetta eru kallar á mínum aldrei. Þeir eru ekki með það mikið þúl og ekki mikla pressu reikna ég með, en náttúrulega ekki hugmyndið það. Þannig ég er búinn að vera mikið að bara pressure passa
og vera mikið bara ná stjórn og vera bara í monti og vera bara að taka svona slow cooking eins og Pétur segir, bara slow cooka það og þreyta það. Já, taka sentimetra og skila þeim aldrei. Nákvæmlega. Og ég er búinn að vera mikið með þess að mjög margir góðar æfingafélagar, svo er ég búinn að gefa þessi í síðasta mánuði núna í að vera meira keppnis og þá þarf ég að velja frekar mikið, þú veist, hverju ég er að glíma við. Já. Því ég nenni ekki að vera á meiðan einn eða, þú veist, vera vondur við einn. Nei, eða vera meiddur undir ykkur heavyweight. Ég reyndar er búinn að vera mikið með 100 plusskorunni, sko. Já, þegar þú segir velja vel, þá meinur þú taka... Þeir sem ég get tekið á móti með, þú veist, þeir sem eru tilbúinir að, þú veist, geta meitt mig en er ekki að fara með henni. Ég er ekki að fara á móti Pálínu eða einhverjum 50 kíló að fara 100% með henni. Ég skil. Þetta er svona meira að hugsa þú veist, eins og hjá mér þá eru þetta gaurar sem eru, að því ég er núna 80 kíló og ég er að keppa í mínus 83,4, 84. Já. Þannig ég er ekkert að létta mig eða neitt, þannig ég er bara í góðri þyngd, þannig að ég get einbeitt mig bara að tækni og hvað ég er að fara að gera. Já, næs. Men þú varst í 76, 77? Mínus 76, ég var 75 síðasta sumar. Já. Þannig að ég er búinn að vera bara... Ertu búinn að massa þessu mikið? Greinilega. Þetta er basically bara, þú veist, samt er ég búinn að vera nú 2 ár bara að borða einu svona dag. Já. Þetta var þannig að ég var sérst 85-6 kíló með bumbu og eitthvað svona dót og var að borða bara, þú veist, pítsur og dót og allt sem ég vildi. Já. En svo mitt fór kærasta mín í Carnivore og hún tók að sér 4 kíló á 3 mánuðum og ég hugsaði með mér, ok, ég ætla að prófa þetta. 4 vikum þá fór ég úr 85 niður í 75 og komið 6-pack og svo fór ég að hugsa bara, ok, hvað ætla ég að gera? Þannig ég bara hugliti það hvort ég ætla að vera áfram í glímu og hvert ég ætla að fara í glímu. Þannig ég hugsaði bara með mér, ok, ég ætla bara að gera þetta svo próf-íþróttamæður. Þannig ég fór bara að glíma 6 viku, lyfta 3 viku og svo alltaf því meira sem ég fór að glíma, því meira fór ég að tala við Daða og Pétur og Eið og fór að finna, þú veist, ok, nú þarf ég bara að stefna einhverju og þá kemur Evrópumeistarmótið, þannig að nú er það æfingamóti í Írlandi, svo er ég að fara Evrópumeistarmótið, svo er ég bara að stefna heimsmeistarmótið. Það er heimsmeistari í blábeltinu. Heimsmeistari í blábeltinga á árinu? Já, eða þú veist á næsta ári bara IBJJ. Það er að ég sagði við Eið að ég ætla að vera besta blábelt á landinu í desember 2026 og hann bara, hvað ætlar að gera? Þannig ég setti bara einu plan heima hvað ég ætla að gera. Þannig þeir eru bara, ertu komið með bara stíft æfingaprógram bara út árið? Ég er bara með 2 mánuðir, bara hvað ég er að einbeita mér að. Já. Svo er ég bara á kvöldin að horfa á, eins og ég er búinn að vera svolítið í deep half, ég er bara búinn að horfa á það í 1 klukkutíma. Svo ég noti þetta bara sem eins og akademískt nám. Bara ef þú ætlar að vera góður ykkur og þá þarfst að læra undir það og þú þarfst að leggja þig fram. Þannig að þú veist, ég náði 420 tímum á síðast ári. En ég bara hætti að telja núna og nú fer ég að einbeita mér að því að verða betri. Já. Þú er búinn að vera í hvað? Deep half? Já. Hvað er það? Það var eftir sérst ef hann kemur í halfgardið þitt og ferði undir, lyftur hann upp og tekur hann upp út veitursýpið eða ferði hináttina. Já, ég skilji. Ég er mjög góður því, þannig að ég þarf að fara að finna mér eitthvað annað núna, ég man ekki hvað það er, en þú veist, þetta er bara að skrifa niður, bara með ásplan, hvað ég ætla að gera. Já, geðveikt. Ég hef hugsað að þetta væri eitthvað svona lærdómsaðferð þegar þú sagði deep half, eins og þetta væri eitthvað svona huglegt. Já, það væri eitthvað fjalllega huglega. Já. Þetta væri eitthvað huglega aðferð, sko. Nei, þetta er bara, ég hef þessi einfalda hættir, ég hlusta á Daða, Pétur og Eið. Já. Og vera með, þú veist, þegar ég voru að þjálfa krakkana með Eið, þá fekk ég meira svona, þú veist, þú sýnir krökkunum svo bara, okkur gerir ég þetta ekki? Okkur fer ég ekki lengra það? Okkur gerir ég ekki svona? Einmitt. En svo líka, þú veist, þess að ég fór með Eið á Evrópumeistarmótið og svo fyndi, sko, ég tapaði síðustu glímunni þarna á móti fótalásnum. Mér fannst ég samt að hafa unnið þegar hann var búinn að tala um mig. Já. Það er svo uppbyggjandi, hann bara, já, við lögum þetta gengur búst, þetta er flott og ég var bara, já, þetta er svoleiðis. Já, bara we win or we learn, sko. Það er bara þannig. Þannig að planið þess að Grappling Industries núna í febrúar, helgina. Já. Hvenær er Evrópumótið? Það er nóvember, ég held að það sé sama tíma og síðast ári. Ég ætla bara sama mót, sko. Já. Það er ekkert alltaf haldið í Róm, það er alltaf okkur flakki. Jú, það er alltaf okkur flakki, svo krakkarnir okkar að fara núna í apríl til, maí. Ég man ekki alveg, þeir að fara á Evrópumeistaramótið. Elmar og Daði voru núna í Portugal í 20. janúar. Þannig að þú veist, við erum svolítið að koma krökkunum okkar á hærra level. Við viljum taka meiri Evrópumeistaramót og sjá, þú veist, hækka level okkur úti. Það sem Eiður sagði við mig væri það, þú veist, þú getur ekki miðað við hérna heima, þú verður að fara erlendis að miða við hversu góður þú ert. Ég bara gera það. Þess vegna er ég myndið að safna flöskum sem dótið til þess að, þú veist, fara erlendis og sjá hvar ég stend. Í dósa á flöskusöfnum? Í dósa á flöskusöfnum. Það var að segja þetta finnst að fara þar, við erum í Róm og Ítalíu að safna flöskum. Já, það er ennþá harðar samkeppni þar held ég heima. Já, það er svolítið slíkt, maður sér átt konurnar hérna, asísku konurnar niður í bæ og þær eru að safna flöskum og svo fara inn í hvítan ML500 bensi eða eitthvað. Já, einmitt. Úff.
Þær eru duglegar. Þær eru duglegar og það er einmitt það sem ég lagði fram því þú veist, ég er að safna styrkjum og ég talaði við bílana sem ég er að vinna og vinnufættasöluna. Ég er búinn að senda á, ég held að það sé 20 eða 30 fyrirtæki og ég er búinn að fá 4 já. Já, ok. Þannig að þú veist, ég held bara áfram, þú veist, ég ætla ekki að gefast upp, ég ætla að verða heimsmeistari og hvað ætla ég að gera? Já. Þú veist, ég ætla að æfa 6 sinnum í viku, ég ætla að lyfta 3 sinnum, ég ætla að passa mataræðið mitt og ætla að komast. Þannig að þú veist, gerðu bara svo mögulega getur. Let's fucking go. Let's fucking go. Þú heimsmeistaramótið er hvenær? Ég er ekki komin það, ég er ekki komin svo langt, ég ætla að klára Nei, já, ég veit það, en þú veist, er komið schedule fyrir hvenær? Nei, það er ekkert, það er bara enda markmið listanum minn, ég ætla bara að klára Evrópumeistaramótið og svo finn ég út heimsmeistaramótið og fer það. Á Euros, í hvaða flokki kemur þú? Ég er í Masters 3 mínus 79. Mínus 79 og Masters 3 þýðir hvað? Það er, hvað var það, 40 pluss. Já. Gamla kallar þetta. Gamla. Ég sá samt sko Masters 7 eitthvað, það var einhver áttræða gaur, lappaði svona bóginn út á dýnuna og svo bara drap hann gaur. Hann bara læðist á og ég ætla að vera þarna. Þarna verð ég. Ok. Ég var svo veltað fyrir mig hvort að það væri einhver sens að við myndum mætast á Euros. Þegar ég var alltaf að stefna að fara í Euros. Já. Ég tek þetta mót sem svona auka. Já. Svona bara keppnisreynsla sko. En fyrst að þú ert í öðrum mastersflokki, þá... Það er svolítið, þú ert svolítið ungur í þetta sko. Nei. Hvað ertu, 20 og... Úff, ekki skrítið á því kærtum, ég er mjög móðna ég. Nei, við erum ekkert í saman flokki það, við getum hist hérna á Íslandi. Já. Íslandsfyrsta mótum og annað tekið mig. Ég reyndar fór og tók sánun og tók alveg eins mikið og ég gat að mér. Ég komst ekki niður fyrir nema 78,8 eitthvað. En ég náði mér ekki niður fyrir aftur. Þetta er súperfætt. Já, það má alltaf gera það. Það má alltaf gera það. Já. Ég er spennt. 26 eða 7. Já, ég er bara tilbúin hvernig sem er sko. Ég er samt að vera nóg í sko, ég nenni ekki að mæta Það veit okkur nóg ekki, ég er ekki verið vondur við. Nei, ég nenni ekki að vera í galla aftur sko. Ég getur svona tekið svona hvítur og leik. Já. Það er það besta samt að við hvítur og leik. Ég var að fucking deyja og ég stóð bara, ég ætla ekki að láta sjá neitt. Svo fórum við þarna í framlengingunni og ég bara, fuck, ég er bara deyja. Sjens. Varstu ekki ónýtur í höndum? Ég gat ekki lokað og ég bara, ég er að deyja í höndunum brjá. Svo tók hann mig í gegn og hann er mitt fyrir Íslandsmeistaramótið þegar ég fekk stíðið mitt. Að þá mitt sagði hann við mig, verð á þínu peysi. En hann líka tók mig alveg til þér. Hann sagði sko, við tökum svona upphitun, hálftíma fyrir og þú gerir þetta. Og ég bara gerði þetta og ég fann líka bara hvað ég var mikið ferskar og mikið betur. Og ég er búinn að gera þetta alltaf núna. Já, þú varst miklu betur. Ég fann ógeðslega mikið mun að þér frá hvíturleik þegar við glímdum á Ísland. Já. Það var bara, að vera heiminn að hafa um milli. Ég fekk líka það bara, þú veist, ok, ég er búinn að æfa svo mikið glím og ég sökk. Ég ætla ekki að sökka. Ég er með rosa mikið metnað í því sem ég gerir og fæði þráhyggju. Þannig að ég er svona að reyna að vera... Ég set alltaf markmið mín rosalega hátt. Ég miða mig ekki við neitt annan. Þegar ég er að glíma þá er ég alltaf ok, þarna er 4 ból belti, ég ætla að ná honum. Svo fer ég í teknu og svo bara reyni, þá get ég næ honum. Ef ég næ honum þá er það fínt. Þannig að þú veist, ég hef með svo klikku markmið og háleit markmið að ég er aldrei ánægður með sjálfur mig. Þess að ég fór að Evrópumeistaramótið, mér fannst ekki, fannst standa mig frekar illa. Öll Íslandsmeistaramót, allt sem ég hef tekið mjög illa. Eina skipti sem ég finnst standa mig ótrúlega vel, það var á Akureyri hjá Atlantic. Þegar ég fekk hérna submission mótsins ristlokið, þá var ég bara, fokk, hvað þetta er cool, lentast í 4. seti. En þá tók ég eina glímu með Stefán Fannari, held að vera 30 sekúndur, en ég var að hrósa Stefáni Fannari vegna þess að hann komst undir mig, tók mig í hílokinn, horfði á mig og ég bara tappaði. Þetta er bara mikil virðing fyrir hann Stefán Fannari, þetta er bara þvílíkur meistari. Já, Stefán Fannari er geggjaður. Hann er það, en svo tók ég 3 glímur í röð, ég kvildi ekkert. Endaði svo með þegar Jón Frank kanína tók mig bara í triangle og ég bara, ég var búinn. Þetta var skemmtilegt. Ég ætla að fara aftur Atlantic í sumar. Það var snillt. En hérna, ég ætla að taka undir þetta með Stefán Fannar. Hann er rosalega góður svona sem keppandi. Hann veit alveg við hvernig hann er að glíma, skilur. Þetta er bara eitthvað svona, hérna kemur gæi sem er bara nokkuð fertugt. Hann er ekkert að poppa hnén, skilur. Hann er svona, þú veist, við veitum báðir þetta er búið. Eins og þegar ég glímdi við hann á Reykjavík Open, skilur. Það var þetta ógeðslega gaman. Það var að leika sér. Já, nákvæmlega, hann átti ekki í sturtu og var að leika sér að þessu, sko. En samt ógeðslega svona, þú veist, hann er svona, maður þarf ekkert að eitthvað svona, fokk, ég er að mæta Stefán Fannari, núna er fyrirliðin bara búinn að hann er að éta mig, skilur. Það er bara, hann er mjög góður í þessu. Já. En svo fer hann á þessu mót úti og hann er bara, ég er svo að taka þessa löpp með mér heim. Já. Maður þarf ekki að gera það, þess að ég fór að Evrópumeistaramótið, þá hugsaði með mér, ég ætla að fokk í með þessu gaur. Ég var bara, þetta er ekki vinur minn en þetta, ég ætla bara að ganga frá. Já. Svo var bara svona, eins og Eiður sagði, bara svona domination.
Þú veist, mér fannst ég ekkert vera dóminantinn, mér fannst ég bara vera að gera mistök og geta bætt mig meira. En ég held líka að hugafæri þú veist, eins og Daði segir alltaf, þú getur alltaf bætt þig, og ég er alltaf bara, ok, bæta mig. Svo finnur maður ekkert muni fyrir maður fer í önnur gym og er að glíma við þess maður er glímt við. Já, ég er búinn að laga þetta eins, ok, frábært. Það er aðeins minna pláss þarna. Þannig maður finnur svona, þú veist, þegar þú ert alltaf með sömu æfingafélagana, þannig að þekkja þeir inn út. Einmitt. Það er svolítið keysið. Það er ótrúlega keysið. Þú varst að byrja með eitthvað podcast. Já, GLF og fyrsti þátturinn kemur út á þriðjudag miðvikudag. Við erum að búa til YouTube og Spotify. Okay. Ég ætla að reyna að vera með 1 þátt í viku og vera bara að taka allt glímufólki. Ég er með alveg svona langa lista af fólki. Nice. Þannig að ef þið fáið símtal eða hringingu, endilega komið og spjallum við. Og það er ekki bara glímufólki, það er líka foreldrarnir sem ætla að taka allt sem er í kringum þetta. Þess að vera með bara, þú veist, innsýn í þetta. Þú veist, mér finnst svo gaman hvað þið gerir mikið. Þið eru svo ótrúlega góðir í MMA og ég hugsa með mjög. Þetta er svona standardin sem ég þarf að setja mér að ég geti gert þetta fyrir glímufélagið, eða glímufólkið. Já, 100%. Þið eru standardin mín. Já, það er gott að vita. Við gerum okkar besta en þetta tekur ógeðslega langa tíma og þetta er mikil vinna. Ég er að kynnast því, þetta er okkur mikil vinna, sko. Já. En þetta er skemmtilegt. Þetta er ógeðslega gaman og sérstaklega þegar fólk, sko, maður fær eiginlega bara svona borgað í einhverjum svona takk og væntumþykju og einhverjum svona, hvað segir maður? Bara svona góðvild. Og það gefur ógeðslega mikið, mjög gefandi. Já, ég er að stefna því að skilja bara eftir með svona góðs. Bara já, þröstur, þetta var geðið, hann bjóði podcast, hann stofnaði eitthvað, þetta var gera svona. Það er svolítið meira virði heldur peningir. Já. Svo líka geta gefið tíma sinn í aðra. Já, ég er sammála. Það er mjög nauðsynlegt. Ég er 100% sammála. Áður en lengra haldið, þá ætlum ég að minna á að þátturinn er með styrktaraðila og það er að sjálfsögðu mínigarðurinn heimavöllur bardaíþrótta. Ef það er stór viðburður framundan á góðum tíma, þú veist hann er sýndur í mínigarðurum, við erum að tala um Cage Steel, við erum að tala um Glacial Fight Night og mögulega, já, eitthvað nýtt að frekja í bóksinu. Það er vendingar í bóksinu. Langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið ný grunnnámskeið í hverju mánuði. Allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Taktu skrifið og byrjaðu að æfa á Viðarhöfða 2. Og svo hámarkaðu árangurinn og velja hann með Yngling fæðbúðuvörum, Shilajit, náttúrulega styrabústera, svepparböndur. Vara mánaðarins er skýr hugsun. Skýr orka, hugarfókus. Hugarfókus. Skýr orka, ekki? Jú, með minni hann. Eitthvað í þá áttuna. Það var fyrir síðasta mánuð. Það var fyrir síðasta mánuð. Kraftur núna. Nei, skýrfókus. Var mánuður. Þeir eru ekki bara skýrða. Þeir eru ekki að gera. Það er ég mæli með. Já. Vanalega er það þannig, þröstur, að menn með að velja sér ynglingvöru til að taka með sér heim. En ég ætla að velja fyrir því þetta skipti. Síðast ég fekk hjá þér, Já. að ég trú ekki á svona rugl. Já. Þetta er vara sem virkar. Já. Þegar ég fann mikið mun á þínu bara. Já. Það er svo með pjúr skíladýr þetta dóti og bara ég prófum þetta. Ok. Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki náttúrulegt. Jú, náttúrulegt. Ég held að það sé virki, ég held að það sé ekki búið til einhver efnum versmiði heiti whey-protein eitthvað svona drasl. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara strangheiðileg framleiðna upp í Mosó. Ég er bara með framleiðslu þar. Já, bara, þetta er geðveikt. En gjöf 50 lóðunum til þín er litla grettublandan. Blýjandinn. Blýjandinn, helga. Já, einmitt. Því að nú ert þú náttúrulega, ástfanginn maður. Og ekki að frekna spöld, þannig að það er hægt að gera meira heldur en bara kúra sem. Sing heppin, maður. Já, helga heppin. Já, hvað þarf maður að gera til að geta gert meira bara kúra, þurftur? Ég er djóka, það var ekki að svara hérna spurningu. En litla grettublandan fer til ykkar hjónana. Geðveikt. Og þetta heitir litla grint, ég held að verður að grýst. Nei, ég grínast aldrei. Þetta er geðveikt. Takk fyrir þetta. Já, þetta er geggjað sko. Sko, ráðlaðan neyslu skammt, 6 hylki á dag á mótnana eða 2 tíma fræðingu. Hvernig hefur við? Þú ætti bara að taka 6 töflur fyrir kvöldið. Ég tek þetta fyrir kvöldið sko. Þú tekur fyrir kvöldið og þetta hitt ykkur á? Hæ? Þetta hitt ykkur eða bara herbergisfélagið? Nei, þetta er ekki sambýlismaðurinn Það er ekki sambýlismaðurinn, ok. Hann er komin í pásu. Já, ég er nefnilega komin með kærust sko. Fór allt upp á við eftir að ég kynntist litlu grætublöndum. Og kraftinu. Það er exclusive breaking news í þættinu. Ég veit alveg með þessu. Já, hver með grunaði að kallinn hefði gengið út? Eftir ég setti svo margar auglýsingar í gegnum podcastið. Ég bara auglýsti. En það kom ekki neitt undir. Þess myndirna frá mér og Tinder hafa ekki gefið.
Jú, það er gáfu. Gáfu, Það er ok. gáfu. Jú. Það er hérna myndirnar sem þú tókst af mér og hérna eitthvað af Icebox með honum hérna Viktori Óra. Já. Já, það er, já. Viktor Örn. Viktor Örn, já. Já, en ég setti Tinder-prófálinn minn upp þannig að það kom mynd sem var tekin af þér, sko, fyrst og síðast. Já. Sniður. Ja. Og sjá það við fyrst út aftur, já, geggja flotta myndir, svo inn á milli að glemma þér. Já, það er svona, nice. Já, nice, þú veist. Best að sveipa. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna, já, þetta er smínu ekki. Ég á kannski hérna, hvað segja, takk fyrstur. Já, ég kynntist einmitt Helga á Tinder. Fyrir Já. 2 árum síðan. Já, betur hvernig stendur þið? Að þú sagðir á hann, sko, kærasta mín byrjaði á Carnivore fyrir 3 mánuðum og eitthvað, en það er ekkert svo langt síðan að þið komuð út úr sambandskapnum. Nei, sko, málið það, við fórum á Tinder date og við fórum upp á fjall í Hafnarfirði í bíluðu veðri, við erum að tala um það, sko, það var það mikið rigning og rok að þetta var ógeðslega fyndið. En svo var bara til vinskapur og vorum við gett vinur, svo núna, desember, október, nóvember, ég manna ekki, þá fórum þetta aðeins að kynntast undir og svo bara kviknuð ástinn. Ég held að segja því að við fórum að safna flöskum, sá hvað ég duglegur. Já, var þetta ekki svona jólafílingurinn, svona í einhverjum jólaást? Ég get ekki sagt að ég man ekki neitt. Ég er bara, þið verður kannski að gefa mér einhver minnisblöndur líka. Já, ég Nei, kannski kom heldur í podcastið til að ræða sambandi. Það fyrir því. Já. Það hefur líka. Jú, grjóthörð. Já. Ég tappa mjög margir þannig þrýstingi. Ég er bara reyna mikið. Það gengur ekki. Hún er búin að tappa mútið einu sinni. Ekki fingerbenga mig, ég kem ekki nálægt þessu, sko. Nei, þú er ekki búin að tappa mig. Já. Það var það sem ég var að pæla í. Já, ég bara, þú varst alltaf með fingerbenga mig og Ég gerir alltaf krakkar á hennu. Já, þannig ég er svona undir sama hatt og krakkarnir. Nei, hún tók í krakkar á hennu, tjóka á mig. Já, á skala með 10, hversu hot fannst? Hvað með það? Já. 12. Ég tek átt gíð með mér á kvöldu, sko. Já, það ekki. Það er ekki. Er það bera neðan engi bóli úr gíjakki? Allt. Það er að hvíta beltið mitt. Já, beltið. Geðvikt. Herru, bara, ég ætla að sjá hvað það hérna. Já, við erum fann. Við erum Já, 6 stelpur held ég. já, hver er að fara? Nei, 6 aðeins sko, við erum hérna. Það eru sem sagt 23 nemendur, 16 ungmennstarfinu og 6 fullorðnir að fara. Og þetta er sko Kolka, Já, Veró, Kolbrún, Helga, Þóruna, svo er Vigdís og Halla að fara líka, ég held að þessi ekki að keppa. En það er slatti af konum að fara að keppa og svo er ég, Gummi, Símon, þú þekkir hann, já, við glímdum Já, þið glímduð. Já, og ég held að seinni viðbútt, ég bara man ekki hvort það var eða ekki. já, Við veitum að taka þetta mót með þeim. Við fyrra sko, með minnum hafa verið 3 eða 4 stugur sem við hefðum náð og þá hefðum náð stórum meðalvíðum, 53 setinu í heildunum. já, sem er, já. Við náðum því ekki alveg. Við viljum Já. reyna að gera það nú. Þá var Eiður kannski hamingjusamur. Eiður var mér óslega svona ambisjónum að ná hérna svona Já, það var það. klúbbavelin. Ég minnur að það eru bara 3 stig sem vantaði upp á. Já, en hún er langar sem ekki í þessi medalíu. Skilið. Já, þetta er svona þjálfara medalíu. Stílinn. Á liðið. Já. Ég er út að fara sko fyrir múluna og svo var ég að tala um vinn minn sem er ristlótt á Írlandi. Já. Og við erum að fara í gimmið hans á föstudaginn. Kíkja þangað. Já. Open mat klukkan 7. Þannig að maður kynnist fullt af fólki í kringum þetta. Já, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er útlægt að þetta sem félag er fáralega gott. Líka þú veist ef maður er að fara open mat annars staðar allt þetta. Já. Það er ekki ekki að Það er samfélag. ógeðslega gaman. Það er það. Já. Ég hef vel að fara með útlunum. Já, herru, ég hefði þetta takað þér með, sko, því Ég að hefði. hérna herbyggjarsfélagi minn í bílnum, sko, hann beilaði eftir 2 daga, sko. Ég hef ekki húsbílinn. Það hefði ekki þurft að vera saman í svona litlu, við getum að vera í stóru rúmi. Já, þetta var alveg stórt rúm þarna aftur í, sko. Það hefði ekki bara pílundi sendibíl. Nei, það var lágt í loft. Já, Þú hefðir ekki mátt skilur, ég hefði ekki mátt skilur rétt of mikið úr mér, skilur. ég get örugglega staðið byrni í þessu. Það er ekki að væri um mér. Nei, já, veit hérna, kannski bara næsta sumar. Skilja. Það er ógeðslega gaman að taka rúnt í kringum landið og ég er sko bara, ég hef mjög góða minningar hérna glímuna á Ísafirði og hérna sérstaklega á Húsavík og bara allstaðar. Já, Þetta er allt svo gaman. Það er líka þegar við fórum norður að keppa, þú veist, það var svo mikið af fólki, þú veist, við fórum fullt af FBC, vorum á tjaldsvæði, þú veist, við vorum að tjalda saman, þú veist, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er mjög gaman. Hérna, veitu, svo ég ríkapi aðeins listan sem er að fara út á Grappling Industries. Já. Hvað er það margir keppendur, sér? Með, sem sagt, það eru 23 nemendur, sérst 16 á útbyrðstarfinu, Já, ok, 23 nemendur. já, Ok.
Þessi 16 krakkar og svo 6 úr fullorðnarstarfinu. Já, það er rosalegu fjöldi. Það er rosalega fjöldi. Þetta er líka eins og í fyrra, þetta var svo ógeðslega gaman. Já. Fólk var pýrar og klikkaðir. Já, þeir eru Þeir eru snarklikkar. snar, það var bara, þú veist, öskra á krakkana og eitthvað svona alls konar. Ég sat á þeir bara, shit. Já, það. Þannig að þetta byrjar svona snemma. Í Írlandi, Já. hérna heima, það er ekkert sem að ég sé hérna. Nei, það Hérna er er bara, bara... þú veist, að koma yfir því að við mögum að krakka þetta með að submitta. Já. Það er alveg fínt. Fyrsta móti okkar síðast var með uppgjafatökum. Já. Lillu krakkarnir að komast í stöðu á stopp. Já, eða þau komast í bara Já, missi þú veist, stöð. ef komin í stöðun og heldur kannski í arbarið þá bara komið. Já, já. Þannig að það sé ekki farið fínt að kenna mér þetta strax og þess að þegar við förum erlendis, Já. þá er, þú veist, þessu dóttir mín fór í fyrra, henni var bara fokkað upp í fyrstu 3 klímum. Já, Það var bara triangle, arbar og bara fokk. já. Hún bara, pappi, ég er ekki að skemmta mér hérna. Nei, fyrst að geta sér síðan að gráta. Æ. Nei, ég sagði bara, toughen it up. Já. Suck it up, princess. Já, Nei, það var ekki góð uppeldisaðferð. nei, Nei, en það heyra á mér að ég er ekki pappi. greinilega ekki. Nei. Hérna, athyglisvert. Já, beti, það stendur, já, ég ætlaði að fara að dissa þið fyrir bólinn, sko. Sem þið þjálfar af Daði Pétur Eyður. Það var Af lokað hverju- á eitthvað. Af hverju ert þú ekki hérna undir þjálfar? Þetta Á er eigin ból? Þetta er búlurinn minn, uppi séð þröstur, Já. keppnisbúlurinn minn, styrtarlaðar aftan á og svo þjálfarinn þegar þetta. Ég þarf ekki náttúrulega mitt á þetta, Nei, það er ofmyndin. en það þjálfaði mikið sjálfur. Ég hlætti aðra að sjá það. Já, það er sikið satt. Já, þannig að þið eru alveg komið með svona fjölskyldustemning í VPC, þannig að þið eru alveg komið með svona bara, þú veist, keppendur fá bara sína eigin bóli. Nei, ég ger þetta bara sjálfur, þetta er bara það sem ég gerir. Þú gerir þetta sjálfur bara? Við erum að gera svolítið sniðugt, Já. veit ekki hvað þú með að segja frá því, neitt samt að segja frá því. Við erum að láta útbúa fyrir okkur þess að hettupeysu og buxur Já. í klífufélag Kópavogs. Já. Förum öll út í þessu og svo er náttúrulega eins og keppnisgallarnir, þeir eru allir eins. Mhm. Við eigum keppnisnóki og ký galla, þannig að við erum öll í sama Já. dótinu eða eins dótinu. Þannig að fólk veit að VPC er að koma. Já. Eitthvað sem slæðir smá ótta í fólk. En við erum með ref aftan og þetta sé ekki hættu við ref. Jú, það er miklu óbæðinlegur en einhver dúfa eða... Við verðum mest til að vera með mörgjas. Það er ekki ref. Já. Nei, refurinn er, þetta er flott í gallar. Refurinn er mjög flottur þannig að þetta er, jú, ég held að fólk hugsi með þessu bara ákveða. Þetta er hart lið. Ég gæti að vera að fara mittna í hérna mörgisuna sem er búin að vera tröllur í Instagram. Hérna. But why? Ég hef ekki tekið... Ekki, er ég eini sem fæði þess að mörgjast á Instagram? Já. Ég er bara með hérna hálfnættar kettlingar og YouTube. Það er frika gay. Það er gay. Ef þú veist, sleppa konum, frekar YouTube. Já. Mikið betra. Já, miklu betur. Ég skil ekki okkur þessa konur. Þetta er úrlega því ég er eldri kallmaður. Já, Þetta er Instagram-algoritminn. já. Hann er bara svona, herru, þetta er eldri kallmann, hann hlýtur að fíla þetta og þú er bara, nei. Nei, ekki sérs. Reynum aftur. Hann er endalaust þessi algoritminn alltaf að reyna að rugla manni. Já, en það er eitthvað að reyna að snúa þér. Hvort í þá hvern konunum er YouTube. Annarkvæmt í konurnar. gay eða konur. Maður veit ekki, það er annarkvæmt. Það er alveg góð. Já, geðvegt. Hérna, byrju, hvernig flýgur þú út? Það eru, förum út á 15. mótni. Klukkan, ég man ekki, 8 eða eitthvað, komin 11. Þá er það 50 dagur sem er svolítið svona laus og fyrir maður kannski fæsir að borða eitthvað og föstudagurinn kíkja ópið mat. Svo eru það eru adultir að keppa á laugardaginn og svo eru krakkar og senior á sunnudaginn. Þannig við tökum báða dagana þar. Já, ok. En þú ert ekki komin í eitthvað svona seniors-flokk, þú ert bara master. Masters, senior í grappling, það er bara í IBT. Nei, þeir eru senior í grappling og masters í IBTTF. Ég er senior. Já. Ok. Þannig að það er 40 pluss, svo er það 30 pluss, það er hérna adult. Þannig að þetta er skemmtilegt. Ég get sagt skemmtilegt frá því, Orri og Úlfar, þeir eru að fara að keppa á laugardaginn og sunnudaginn, þeir keppa bæði sem tím og sem adult. Já. Það er að fara að taka almennilega á því. Orri og Úlfar? Ég þekki það ekki svona í persónu. Þeir eru killar. Fórum við okkur á hérna Euromeistarmótið. Já. Þeir eru killers. Fólk er alltaf að glíma það. Eru þeir eitthvað svona dynamist dúo sem ætti kannski bara að vera komnir í podcastið? Já, eiginlega sko. Ég veit ekki alveg, við þyrftum að hafa foreldrar með. Já, það. Já, þeir eru svolítið svona. Við varum svolítið gaman að fá það, þeir eru snar, en ég er allan til að koma og sjá það þeir koma. Það er virkið skemmtileg. Ok, veitu hvað eru gamlir? 16 að vera 17. Já. Þetta er svona, það er svo... Þeir getur nú alveg komið í... Jú, þeir geta það, þeir eru ógeðslega fyndnir. Já. Geta verið með skemmtilega brandara.
Já, við erum bara tilbúinir á þetta svona blípi Já, ég myndi gera það strax. Við erum bara með takkan. Já. Nei, samt ekki, þeir eru ekki að búta mig. Nei, ok. Það er bara reyðs hvað nonna, sko. Þeir eru samt að brandara sem, ég ætla ekki að segja, þeir eru lókið að gera hlust. Það er svolítið þannig. Herru, ég tók eftir minnst á að Kolka væri að fara að glíma. Náttúrulega Kolka er búin að vera eitthvað meitt. Er hún búin að ná sér? Ég ekki segja svona 80-90%. Já. Hún er alltaf búin að æfa, hún er búin að vera duglega að æfa núna, ég hef séð hana svolítið mikið. Já. Þannig ég held að hún sé alveg komin í gýrin. Ok. Og Hún svona, er ekki, sko, hún er að keppa í flokk sem þarf ekki að létta sig, þannig að hún er fín. Þessi síðast þurfti hún að léttast og slasaðist. já. Ég heldur að það verið út af því að hún var að leta sig. Pottet. Var þetta eitthvað vasslúsun eða? Ég er bara ekki viss. Hún fór alltaf bara að borða fisk og hrísgrjón held ég og bara tók þessu kíló. Það er náttúrulega að þú tekur svona mikið á stund tíma, þannig að það verður alltaf miklu viðkomna. Já, já. Ef vökum fyrir úr og svona held ég. Já. Það er eiginlega betra, já, maður þarf að hafa styrkja og bara hafa alltaf fyrir best. Mikið betra. Þetta er eins og ég var að hugsa því næsti flokk fyrir neðið með 77, ég hugsa með mér. Þetta ætla bara að vera 80 kíló. Já. Mikið betra. Ég er alveg sammála, sko. Ég ætlaði að reyna að massa mig upp flokk, sko. Ég gengur svo illa að bæta mig þyngd, sko. Já. Ég hjólaði svo mikið í sumar, sko, hún bara lag af mér, sko. Já. Þannig ég er alltaf bara fastur í svona 76. Sko, ég var að stefna á að þyngja mig og komast upp í 82. En ég hef bara eitthvað svona að byrja að æfa á og lifta á eitthvað og haggast ekki, sko. Það er klart. Það er, Það var lifta þingra. já, jú, það myndi örugglega hjálpa. Það myndi bóttið hjálpa. Lifta þingra og bóla. Já, sérstaklega bólum. Sérstaklega bóla mér. Já, bara har komið á mitt bandræði. Ég veist, það er ekki bara eitthvað alltaf egg og smjör og hakk og eitthvað. Bara eins einfalt þetta er. Það er annað hakk, hamborgarkjöt, kjúklingafiskur, hakk, ostur, egg. Já, Það er ekki flækið það. það hljómar ekki. Þetta var svolítið ógeðslegt fyrstu 4 vikuna. Það var ekki ógeðslegt og svo allt bara í hakk. Þannig að þetta venst bara svo allt annað. Já, þú bara hakkar þessi í þig. Það er ekki mig. Sko, þú segir, ég þurfa eitthvað rít, sko. Já, ekki náttúrulega fallega, þetta finnir líka. Mér líður svona eins og þetta komplimenta sjálf með þig ef þú segir að ég sé fallegur, af því við erum nánast með sama útliti, ég og þú. Svona sömu nördaglerun, sömu klippinguna. Við erum basically bara svart og hvitt. Þú ert Sith og ég er Jedi. Vá, ok. Það er ró, sko. Sith er neppið. Já, en þú veist, ég er samt svona, vill meina, ég sé svona good guy, sko. Er það orðið á göttinu að því vappið sé að ég sé ekki góð maður? Að ég sé eitthvað Sith? Ef ég myndi nú fara að sína skilabóð sem sendum mig, þá myndi ég nú ekki segja að vera góður maður. Skemmtilegur. Nei, en þú ert góður maður. Sko, ef fólk sæi samtil á milli okkur hvað við erum að tala um á milli, þá myndum við eðilega geta bíf. Sem að bæða það Sigurpáll stofnaði, við komumst að því þarna. Já, ég með hann eftir núna, það er rauninni Sigurpáll. Já, hann á þetta. Já, en af hverju? Ég man ekki af hverju, sko. Þetta er samt, ég er samt ekki sátt við Bjarka Rett. Hann er með mér lið, svo hann er komin í þitt lið. Hann hefur aldrei verið í þínu liði. Já, hann leit út þannig. Já, Hann vil bara kynna undir öll. já, skilur, hann er Sith, sko, hann er með rauða hárið, hann er með geislagsverð, það er Sithin í þessu. Það er það, ég held að hann er hérna í einhvern veit okkur saman. Já, Það virkar samt ekki. ég held að hann sé eitthvað svona playing both sides. Greinileg. Some men just want to watch the world burns. Ég er samt veit í mér liði sem ég er mjög stoltur af, það er Colli. En hann með Hann þig er liði? með mér í liði. Veitu, kaus hann hérna í kostningum? Varstu ekki með eitthvað kostningum daginn, eitthvað svona, jiu-jitsu eða eitthvað? Hver myndi vinna? Sorry. Colli stendur ekki með mér þar. Hann sagði, Ég gera könnun sko hérna, hvort ég ætta að gera sérst vídeo svona þegar við erum að fara út á þetta. Já. Colli, nei. Já. Og svo senda hann á mig, það verður einhver aldar á jörðinni. Já. Þannig að þetta er vinur. Já. Þegar við erum að tala um Kolla, þá er það hérna Kolli hnefuleika. Ice Bear. The Ice Bear. Já. Hann vildi ekki fá content frá þér. Alls ekki. Ég held að sjálflega þegar sendur hann á fyndið á kvöld. Vill hafa þetta út af fyrir sig. Já, ég skilji. Mér fannst ég að contentið þetta var orðið svona frekar gott, sko. Þú var svona að velja skotin vel, svona að setja símann inn í skáp og opna skápinn. Ég fór bara að gera þegar ég byrja í ljósmyndarflis. Já. Ég fór að gera þetta oft, þannig að þú veist, og líka það að þú vilt fá athygli við fólki, það þarf að gera þetta svolítið sniðugt og fyndið og... Já, það þarf að vera svolítið listrænt, sko. Það þarf að vera listrænt. Já. Það er sagt. Það er kannski glimman. Já. Já, bara að gera það. Það var með hook. En ertu hérna, hvernig ertu í ljósmyndunum? Þú veist, þú verður að ljósmynda lengi? Ég ég byrjaði 2013, byrjaði að ljósmynda, svo fór ég að ljósmynda neðansjávar af því ég fór að kafa og mér langaði að mynda þar.
svo þegar voru út á sjó, þá fóru ljósmyndir geðað mikið þar og þar hafði Fiskifréttir samband við mig, þannig að meiri hlutan af myndunum frá 2014 til 2021 á 200 mílur og Fiskifréttir og þetta voru eftir mig. Já, og hvað er þetta bara myndir af bátum og döðum fiskum? Nei, þetta er eiginlega bara myndir af, þú veist, lífin út á sjó. Þetta er svona svipað sem ég er að gera núna, það eru komið 10.000 myndir frá því ég byrjaði Vappísi. Og það er bara, þú veist, lífið í Vappísi. Já. Þetta er bara, já, myndir af Úlla og Orra bara þegar ég byrjaði fyrir 2,5 ára síðan. Svo er ég bara búinn að taka myndir, þú veist, ég er alltaf með myndir. Gera þetta svona mest fyrir mig. Já. Og svo svona, þú veist, þegar ég degi þá kannski fyrir fólk, býtur ykkur og falla ljósmyndir og Þröstu var í Vappísi, þetta er hann. Já. Þröstur podcastri og ljósmyndunar. Já. Og glímumaður, ekki glemma því. Já, þú ert í glímunni líka. Ég gleymdi því. Ég gleymdi því. Hvernig ert þú að fara að keppa? Ert þú núna þessa helgi? Ég er þessa helgi líka. Ég flýg út á miðvikudaginn því að við förum til Belgrad í Serbíu. Þannig að það er svona aðeins lengra ferðalag sko. Þannig við flýgum til London á miðvikudeginum, svo yfir til Belgrad á fimmtudeginum. Það er ekki hægt að sjá glímuna? Jú, inn á Flow Grappling, en já, inn á Flow Grappling held ég. En ég sko, það er svona varnagli sko, ég er í raun að fara þeim sko MMA fyrir að elta Villa sko. Og sko ef sker kynni að Villi væri að glíma á þeim tíma sem ég ætti að vera að glíma, þá í rauninni gef ég walkover sigur og tek upp glímunar á Villi. Lárlega, en það mun ekki gerast. Nei. Ég veit þú mun fara að glíma. Já, ég er líka svo spenntur sko, ég er ekki með svona blóð í tönnunum eins og þú sko, ég er ekki komin eitthvað svona, ég ætla að drepa hann. En ég er samt alveg svona, þú veist, if it bleeds you can kill it sko. Klárlega. En maður er svona komið til Serbíu einhvern veginn, það er svona rosalega svona wrestling heavy svona landsvæði sko. Þetta er ekki litlu brúið dagistátt bara. Já, ég er svo viss að það komi einhver svona gæi með, þú veist, skegg en ekkert yfirvara skegg einhvern veginn og snúðaður og þá verður maður eitthvað svona, it's gonna be alright. Það er bara svona... Ég er kláður að hann doppelleggar þig og súplexir og þú svona, ég er kannski hættur. Já, það er ekki svona gaman. Nei, ég er svona, svolítið það sko, en ég er svona, þetta er náttúrulega fyrsta skipt sem ég keppi sko sem blábeltingur. Já. Og ég glímdi mjög lítið svona seinni hluta síðasta árs sko, og bara mikið að gera og mikið vesen sko. Þannig að ég er svona, bara svona einhvern veginn, ég reið með aðeins í gang bara jólinn skilur, byrja að æfa 2 á dag og passa mataræðið og svona. En annars hef ég ekkert verið að glíma neitt eitthvað ógeðslega mikið. Nei, fann alveg þegar að glíma á kampið þannig. Já, þetta er... Þannig að þú veist, maður fer bara, þetta er svo ég gerir fyrir Evrópumeistaramótið, þú veist, ég var komin út og það var aldrei eitthvað svona loka augun og þetta, ég er búin að gera þetta í 6 mánuði, ég þarf ekki að gera neitt. En ég bara fylgdi með glímunum, sjá þetta og þarf ekkert að vera, allavega fyrir mína höndi, ég er að fara að keppa þá er þetta bara, þú veist, ég líti á þetta sem lítið inn úr. Það er ekkert merkilegt. Nei. Ég er bara að fara að gera nákvæmlega sama og ég er búin að gera á æfingum. Og eins og Daði segir, tapaðu á æfingum, svo getur unnið keppnir. Já. Og þú veist, þá er maður svona, þetta er svona svipaður svo ekkert að fara að keppa, þá ertu bara svona í Instagram moves og svona prófa svo mánuð fyrir keppni, þá ertu bara að skeppa á hlut. Einmitt. Af því þú veist, þú lærir ekkert, eins og núna, það var einn sem spurði, af hverju æfir ekki alveg þangað til að fara að keppa, þú veist, það er ekkert að læra nú betra. Nei. Því ég læri ekkert meira á viku heldur en ég er búin að gera síðustu 6 mánuði. Nei, 100%. Þannig að það þarf ekki að leggja fram með það, þannig að allt sem þú kannt núna er að fara með helgina. Já, ég er einmitt bara búinn að vera að skerpa á ákveðnum hlutum sko. Já. Bara svona, með þess að bara svona fín pússa, bara eitthvað svona, back retention og fara yfir eitthvað svona guard-pass og eitthvað dót sko. Já. Skerpa á þessum hlutum sko. En ég finn það samt svona, þú veist, það eru gæðinir í gymmi sem að ég átti aldrei breyk í. Nei. Og það er miklu jafnar í dag, skilur. Þessi svona gæðir sem voru í blátt belti þegar ég var að byrja, eru orðin sem þetta eru miklu jafnari glímur í dag sko. Þannig maður er töluvert betri og það er það sem maður fær svolítið út úr því svona að vera undirbúið sig fyrir keppni. Maður svona rífur sig í gang svolítið sko og maður glímir meira sjarp og maður er að pæla í, þú veist, ákveðnum hlutum sko. En ég er mjög spenntur sko einhvern veginn svona að fara á svona stórt mót eins og ADCC. Sko þú veist, þegar ég og Byggja að byrja podcastið sko, þetta er svona mér svona minnistætt sko, þú veist, við fórum hérna niður í Mjölni og Kristján Helgi er að útskýra fyrir okkur að hann sé að fara ADCC og ég gat ekki sagt ADCC að ég náði ekki stöðunum, skilur. Ég var bara, ADCC, eitthvað. Og svo einhvern veginn verður maður ástfanginn á glímu og núna er maður svona að fara út og keppa og mér hlakkar svo til að fá svona fyrsta serban sem var svona collar-tæði mig og svona hversu sterkur er hann, hversu mikill, þú veist, bara svona hversu mikill massi er þetta og hversu hraustur er hann og ég er ógeðslega spenntur. Já, ég hlakka mikið til að sjá það. Ég held að verði klikkað sko, en líka bara svona skemmtilegu flokkur, þú veist, það getur verið sko 35 plus,
þessi Masters 2 eða eitthvað, 35 ára plus, blátt belti, undir 2 ári keppnisreynslu og kíló. Það er svoleiðis líka. Já. Þannig að, þú veist, þetta er í rauninni rosalega jafn flokkur, sko. Já, það finnur líka erlendis sem maður keppir svo hérna heima. Það er að keppa Vítalíu, það er að keppa Ernst, það er að keppa Stefán, þú veist, ég er að keppa gauðir sem eru 18-19-20. Já. Það er góð reynsla. Það er reynsla. Það er fokki leiðilegt stundum að vera við sko. Ég verð að grípa í hann svo í stoppan. Já. Eins og ég var að glíma við Vítali og því að taka af mér, ég tók bara 1,6 kíló. Og svo var ég svona að reyna, þú veist, ok, hann er wrestler og prófóta svona á þetta og þú veist, var að reyna. Svo eftir 2 mínútur þá var ég alveg búinn í bara, fuck it, ég ætla bara að grípa í hann og halda mér og bara passa að komast ekki hjá mér. Hann var ekki að sömmu. Það er Vítali? Nei. Nei, það er. Hann sömmaði svo alla hérna. Já. Vítali er nefnilega skrimsli, sko. Já, ég veit ekki að mæta hann í einhverju bóksinga eitthvað. Nei. Þetta er bara, þú veist, maður hefur séð hann og Ernst og þetta er bara, þeir eru skepnur. Þetta er það, sko. En yndislegustu gaurir í heiminn, því að þú veist, Geggjaðir. það er frábærir. Geggjaðir. Þannig að við gáum út podcastátt með þeim Ég er búinn að hlusta á hann. Já, það. Ég hlusta á alla þættina ykkar. Já, ok. Mér finnst það úrslega skemmtilegt. Já, takk fyrir það. En það er svo súrrealist, sko, þegar maður svona hlustar á hvernig þeir æfa bara, þegar þeir eru eitthvað svona, já, we were in sports college. Já. Og það er bara eitthvað svona, herru, byrjaði bara á 100 uppbyggingum og 100 svona og eitthvað. Og svo ef þeir eru meiddir þá bara, ég trúi ekki þú sett meiddur. Já. Bara, ég var að hlusta á því bara, hvað uppeldi er þetta? Þetta er líka svo annað heimur frákvæmlega, þú veist, ef þú færir þennan heim til þeirra, þá er þetta bara, þú veist, þú ert ekkert barn, þú er bara íþróttamaður og þú æfir eins og íþróttamaður. En ég er 4 og 5 ára, skilta engum máli, þú bara tekur 100 arbeið. Já. Ég get það ekki, þá bara býðið þú búið búinn. Þetta er svolítið svona hugafærð þar, eins og okkur, þá bara, getur ekki arbeið, sestu bara hérna hjá Magga og býðið bara rólegir. Já. Ég myndi eitthvað svona, gerð það hjánum og það getur gert það hjánum, farið þú á vegginn og íttu á vegginn. Nákvæmlega. Ég hef gerð það þegar Eiður fór út úr Portúgal, þá erum við þá reglu að ef að krakkarnir, einn talar, þá taka allir arbeið. Þannig að þið eru lið og ef einn klikkar, þá þurfa allir að borga fyrir það. Já. Og það var ekki mikið talað þegar tíma eftir, en þú veist, mér finnst það geðveikt. Það er góð regla. Mér finnst það fín regla. Þetta verið á fullöndu líka, bláður svolítið margir. Já. Aðalega ég. Þér finnst gaman að tala, sko. Elska að tala. Það er svona kannski ágættum að byrja með podcast. Já, en þetta GLF, þessi hvað stendur GLF fyrir? Glímufélagar. Glímufélagar? Ég ætlaði að gera GF, en svo bara, þú veist, glímufélagar, GL, já, GL er gott, GLF. GLF, ok. Ég held fyrst að það hefði sko skrifað Global Fighting League vitlaust. Því það var, GFL var eitthvað, átt að vera eitthvað svona nýtt MMA batteri sem var svo bara Dead on Arrival, sko. Já, hann sér að ég var náttúrulega að tala við hann kom með helviti gott, sko, hann sjá, fyrir mér. Hann kom með, hvað er hann sér að, fyrirkvæmstand GLF, Glacier Light Fight. Ég bara, nei vinnur, það er ekki það. Nei, og byrju hver að kemur fyrst í þátturinn? Ég ætla hann að henda hann út á 3. miðvikudag. Ég er svona komur upp í Spotify, ég er að læra þetta allt saman. Já. Það er smá kurva. Það er smá kurva, þetta er að læra, en ég er að taka bara 1,5 tíma eftir að stelpunum sofna að læra þetta allt saman. Já. Þannig að ég vil líka þakka Trúkrem fyrir að lána mér stúdíó sitt. Það er bara ekkert mál, bara komið og gerið þetta. Þannig að þetta er það sem er í, finnst mér MMA og bardaheimur og allt þetta, það er allir tilbúin að hjálpa mér. Það álíka verið hann. Ég er búinn að fá flöskupróf frá báðum, ég er búinn að fá flösku frá fleirum, það er fólk búið að leggja inn á mig, þetta er bara, þú veist, þetta er heimur sem ég vil í glímunni. Dásamlegur heimur. Já, hann er það. Hann er það. Og svona, já, þú veist, það verður alltaf einhverja áreistrar hér og þar, skilur við, en það er svona alltaf hægt að menda öll sár, sko. Það er hægt að græða öll sár. Og þroskast það þegar við lendir svona rugl. Alveg svona hvað er. Nefnilega. Þannig að, og þetta podcast er náttúrulega bara að þú að spjalla alla sem snerta glímuheiminn á einhverju leyti. Ég er svo mikið perdi bara að snerta, það er svona snerta við þegar við glímum næst. Þetta er, sko, ég hugsa það eins, sko, þú sagðir eitthvað áðan. Ég var bara, það er erfitt með mig, sko. Þessi þetta er Já. En það er svo erum við Hvítur og leik, 21. mars. Já. Með þetta það. Ok, Hvítur og leik 21. Já, þetta er mátt 21. og svo er það vonandi að það hlýtar að vera meira Reykjavík Open, Submission only og svona. Það er bara að dundra ykkur mót í sumar og svona. 21. mars, ég ætla að bæta ykkur í kalendar strax. Herri, það er vesinn, maður. Það er sama helgi og Og hafa Open. Ég skal bara taka vídeo og setja ykkur. Ég græði þetta fyrir ykkur. Já, ég verð í London á UFC. Sem það var að walkover hjá mér fyrir þig. Já, við erum alltaf ekki að taka einhverja superglímu, sko. Nei, við gerum það ekki. Já. Þetta var, sko. Hvenær ætlar þú að þóra í þessu superglímu? Það er spurningin hvernig þú vilt koma.
Já, þetta Við þurfum vel að gera svo hérna er mín hvað Logan Paul og sliðis. Gerðu þetta á myndavel og sliðis. Já. Segð ekki frá henni góða vanið en eða sliðis. Eða viltu hafa þetta svona public. Það væri samt gott sko ef þú sigrar mig, Já. þá getur verið með það á fyrirskráni með þú út á föstu. Getur við með það, ég vann þennan, gæðilega. Já, ég ætla bara að segja það saman um þig sko, en þú er svona myndið að ég er líka, já. Það er eitthvað við þessi gleru á skallan sko, það er bara dömundar eru sóknar í það. Við Helga fórum ekki að gyrnast við sendum við gleru. Við ættum við gleru fyrir. Nei, Spurning hvort sem flöskunar er gleru. Ég ætla að segja gleru. já. Ég segi gleru líka. Er það ekki? Jú. En sko, ert í alvörunni að setja, sko, að ég var eiginlega með svona samsæðiskenningu að þú væri raunin að safna flöskum og dósum til að eiga efni á deytum. Sko, það er þetta góð samsæriskenning, en Já. þess að eyðilega get alveg fyrir þér, að þá vakna ég 7 á morgnana, ég er í vinnunni frá 8 til 4, fer og sæki Laufu, er á æfingum mánudag, miðvikudag, föstudag, þá er ég að þjálfa frá hálf 5 til 7, nei til 6, æfa 6 til hálf 8, kem heim korter yfir 8, elda, kemur mig hátt til að læra, þriðjudagur, þá er ég að lifta, eða þriðjudag, fimmtudag, þá er ég að lifta, komin heim 8, hálf 9, laugardaga, komin í vappið sér 9, lifta, þjálfarafundur, æfa, sund, þannig að hefði ekki tíma til þess að deyta. Og þetta er svo gott að því Helga er að æfa með okkur og hún býr við hliðina á mér, þannig að þetta er svona, það er mjög Já, hentugt. þetta er svona... Þetta er svona hentugt sem við, Þetta er svona hendur hugsa, þú veist, hversu langt ætla ég að fara, Já, er hún í Mosó, það er hún, finnum Já. við að, þú veist, það þarf að vera svona radíu svona stutt. já, ég skil. Já, ég klúðraði þessu alveg sko. Ég er alltaf að keyra til Keflavík. Það segja 3 mánuðir búið. Takk fyrir þetta. Já, ég er enga trú. Enga trú. Því lengra sem það er, því betra verður sambandið. Þið er einhverja Það er svona... enginn aldrei. En svo er líka bara spurning, þú veist, þekkir þú þig vel? Nei, ég er sjálfsög ekki sko. Nei. Nei. Það er þannig. Já, Það er betra. já. Þekkir þú svo vel? Hún Ég- veit ekki eins og þú veist, jú, þú voru vinur svo lengi. Já, en þú veist, já, hún var samt til í þetta, þú þekkti þið svona vel. Ég held að segja sixpackið í bílunum. Já. Eða, við verðum bara í efri kínum á kvöldin. Já, ég skil. Við verðum að fá hana bara í þáttur og spyrja á því. Já. Ég þarf að fá, já, þú ættir að vera með svona, ég ætla að vera með svona hliðaverkefni í fendurótinni sem verður svona Dating After Dark. Það sem er svona date þáttur Þú undir. ert svo Páll Óskar einhvern. Var Páll Óskar Nei, ekki þú leið? varst svo ungur. Páll Óskar var... Ég veit alveg hver Páll Óskar er. Nei, ég veit það. Ég hef með góða sögu á honum sem ég vil ekki segja þér. En hérna, hann var með stefnum út af þátt eða hlutis. Ég var hérna á ykkur útastöð, Kiss eða Sólin, eitthvað mann eitthvað. Já. Mér rámur í að það er verið að ringja hann og koma fólki saman eitthvað. Getur verið alveg vitleysa en í minningunum var þetta þannig. Það er samt alveg svona langt síðan, það er svona útvarpstinder. Sko. Það er eitthvað svona útvarpstinder. Já, þetta var eitthvað, þú veist, ég þurfum að skoða þetta. Já, þetta er þetta geggi koncept. Ég er ánum með það að vera með, hvað sagði þið? Dating After Dark. Hljómum með svo vel. Já, og væri svona, þú veist, það voru svona dimmt inn í stúdíónu. Kertaljós, Já, kertaljós. Vaseline, sleipefni. Já, bara allt sem þú þarft til að halda upp í samanlæðinu, skilur. Ég þarf ekki mikið með henni. Svita og kaffum. Þú veistu, hvort ertu topp eða bottom? Með það er í bottom, Já. en með flest öll öðrum það er ég topp. Já. Svo getur líka verið svona mitt í milli, 50-50. Já, þú lýsti 50-50 stöðunni Nei, skemmtilegum dag. það handa því, nei, það Þú vilt ekki láta út af þér. Það var einn aðeins sem sagði við mig, að vera í 50-50, ímyndaðu bara sem er doppelt dildó, það má ekki renna út. Það er 50-50 sem þú ert að halda. Þannig að alltaf þegar ég hugsa 50-50 eða sé eitthvað skjóta svona alveg svona hver, þá er ég alltaf bara doppelt dildó. Það má ekki renna út. Það er að halda það saman, annars missir stöðuna. Missir nýðað út, doppelt dildó. Það Já. er nýja náttúrulega, Já. Þú vilt ekki missa þessa 50-50 stöðu. getur sittur að byggja það vilt. Ég væri rosalega til að sjá smá svona scissor action ég á til að byggja. Ég er líka, sko. Landsíðan er knús að byggja. Já. Já, ég held að það hefði aldrei verið svona, jafn svona kynæsandi undirtótt í neinum þætti. Það er bara samt við sem erum að tala, ég hef ekki búin að heyra byggja allt. Nei, það er svolítið lenskan. Biggi, langar þeir að eiga eitthvað orð? Þú veist að það er búin að vera í hléi sko núna í eiginlega 48 mínútur. Já, ég bara, maður kennst ekki að. Nei, það er, Kennst ekki að. nei, það er svolítið þannig. En núna við erum bara að bífa mjög lengi sko. Já, Hérna var hýtt og bleik, það var bara, þú veist, ég var nýbyrður. Ég byrjaði í september 2023 já,
og Er þetta ekki svona 2000, þetta er svona 2000 og, já, þetta er 2003. eða það ekki. Jú. Þetta byrjaði þar. Heldur, einhverju vegna ákvaða Sigurpáll að etja okkur saman. Já, þetta er búið að skemmtilegasta bíf sem ég hef átt. Og ég með þess að fengið, sko, ég fekk frá konu sem eru að fylgja mér Instagram. Því ég skaut á þessum hérna eyrnabinna og hún sendi á mig bara þröstur. Þú mátt ekki tala svona við, þú veist. Já, nei, Greta sendi mér sem er með mér í æfingum og hún sendi eitthvað á mig að ég ætti ekki verið svona vondur við eitthvað slis. Og ég segi, þetta er allt í góðu. Hann sendi mér verra. Kolli kom með heldur gott, hann sagði að ég hefði kallað eyrnabinna með gleru, þetta væri svona svo líkamleg árás. Þetta er það. Finnst þér það? Já, þú fórst nú langt yfir línuna. Ég vil bara taka þessu hrósa, þú veist, þú ætti að byggja þau. Það er svona svo 3 eyrnabinnar. Svona tvöfaldur Eða svona dögmyndir. Nei, hérna, hvað er þetta? Tútabinn. Já, tútabinn með gleru. Já. Já. Það er eitthvað. Ég er svona svelgur. Svelgur. Já, þannig að hérna, það er alveg viðeigandi sannlega, sko. Já, klárlega. En hérna, ætlar að keppa eitthvað núna í ár? Fyrir utan að ég sé. Já, ég ætla að keppa mjög mikið. Ég sko, hérna, var uppnáðulega bara stefnan á Ísló. Já. Þegar ég var svona ákvað að rífa mig í gang, sko. En ég er rauninni, þú veist, ég fer til á Globetrotters í Íslandi í apríl. Já. Og svo Globetrotters í Þýskalandi í ágúst. Þannig að ég verði eða svona frekar, ég er svona verð frekar virkur á árinu. Já, þannig að við erum með Íslandsmeistaramóti í maí held ég. Já, þannig ég er svona, ég tek, þú veist, ADCC, fer svo út til Íslands, kemur svo að tek Ísló, svo veit ég ekki hvort það verði eitthvað sumar, það verður örugglega hérna Atlantic í sumar. Jú, þeir verður pottið með. Þeir verða pottið með eitthvað, þú veist, ég verð þar, fer svo út til Þýskalands, kemur tilbaka og tek Euros. Já, kemur mér. Já, Við erum saman. Já, ef að hafa hérna frenemies. Við tökum bara, við sleppum öllum ágreiningi og förum út og tökum þetta. Sko ég er með svo, sko, ef ég hefði meiri tíma til að bífa við á Instagram, sko, að þá væri ég, sko, ég er bara með svona lista af einhverju svona Instagram dissi sem að ég á eftir að koma í umferð, sko. Ég er ekki diss sem að mér sé búið í þessa ferð, hérna, sem að þú ert að tala um, sko, eftir alla raununa. Hvað er fótinn sem stoltið okkur eiginlega nokkuð? Finnst þú krampað í rassinn? Nei. Þú varst samt að klóra í rassinum, sko. Þetta er ekki rassinn minn. Nei, þú varst ekki klóraðir þarna þegar ég sagði. Það var afsakið hlýja með þröstur. Já, það skiptir stól, sko. Það er búið að setja mikið að þessu stól. Já, það getur verið. Við þurfum að fara að kaupa fleiri stóla. Nei, þú mátt senda á henni smikið við vill. Ég setja allt í hliða þegar við erum til auðvitað. Þá erum við bara best buddies. Og þá flugurinn heim. Já. Setja eitthvað hvítt duft í töskunni og flugurinn. Taka þeir svona gott grín. Já, geðveikt. Þetta er ná okkur medalíu. IBJJF medalíu mín er fucking stór og þung. Með okkur eðra. Ég þarf að fá gullið. Já, ég er með að sko að við erum svo miklu frenemies, sko. Ef við undirstökum sko friendshipið í frenemy, þá hérna, ég horfði svolítið til þín á síðasta ári, sko, og ég svona, mér fannst þú verið að gera flotta hluti. Og hugsaði með mér, já, ég tek bara þröstu fyrirmyndar hérna. Og sérstaklega þú hérna lentur á palli á IBJJF Euros, og það er bara, mér finnst þess að ég geti gert þetta líka ef ég myndi leggja mig jafn mikið fram og þú. Og það var svolítið til þess að ég lagði upp árið eins og ég gerði það, skilju. Talaði við ekki Villa Tarkul, Villa Glímu. Og þú veist, þannig að hann er bara einkaþjálfarinn minn út árið, skilju. Við hittumst þessari viku og ég borga hann fullt af pening og æfi mjög stíft og tek kampinn og eitthvað svona dót. Og þetta er mikið tilkomið, sko, vegna þess hvað þér gengur vel, sko. Þannig ég tek þig mikið til fyrirmyndar. Þetta er það eina fallega sem ég segja við þig á árinu. Ég þarf ekki meira. Nei, þú getur bara Svo vil ég bara sjá árangurinn niður. Já. Af því þú búinn að segja þetta og svo þú fyrir að þá veit ég fyrir ok, það er eitthvað sem ég er að gera sem vill að hann geri betur. Þú veist, það er nóg fyrir mig. Já, það er sem er svo skemmtilegt, sko, því að þetta er svona svipað þegar maður er að vinna í podcasti eða fjölmiðlun eða eitthvað, þú veist, þegar maður klippar saman vídeo, þú veist, það kemur eitthvað með bara, ég klippi saman eitthvað vídeo og það er amatúrulegt, þannig ég er svona, ok, ég ger hans betur næst. Svo kemur kannski eins og Kitty sem að sér hérna samfélagsmiðluna hjá Reykjavík amma. Svo kemur hann með eitthvað geggjavídeó og ég bara, ég verði að reppa gameið mitt í það, skilur. Kitty, já, hætti að verða svona fokkaður. Það sendum við þegar ég tók Kristoffer í hílókin. Ég seifaði það og setti það í 12. Ég bara, þú veist, mér langar að kveikja svo og þetta opnast. Þetta var slow motion, geðveikt gæði, þetta var bara, það var of gott. Og það er svo gott að vera með svona fólk kringu sig sem maður er ekkert að bífa við en maður vill gera betur. Það verður alltaf svona smá samkeppni og samkeppni gerir þið bara sterkari, sko. Klárlega, og svo er líka bara þess að ég segja þetta. Ég set standarda minn alltaf ykkur starf eins og með ykkur, ég set standarda podcasti þar og svo eins og til dæmis með Eið, Dag og Pétur, standarda minn er þar í keppnunum og þú veist, ég mun ná þessum árum. Já. Það skiptir ekki máli hvernig hún er þig, þú bara, þú veist,
Já, eins og þú segir, bara þið bætið og gerir betur. Já. Ég er með enga fyrirmynd svona hjá mér í, þú veist, að gera betur, ég bara gera betur. Og maður alltaf að horfa til mín. Nei, ég ætla að halda áfram í klímu. En hérna, jú, ég horf mikið til ykkar eins og með podcast og þetta er mjög gott, allt þetta. En það sem að ég er með, þú veist, enga fyrirmynd, jú, ég er með Daða, Eið og Pétur og aðalega svo Eiður, þú veist, þegar hann er svo mikil orðfærabók, þetta er svona eins og ég handa hann er svona sípu. Þú veist, byrðið hann eitthvað, það er svona útskýringu og upplifun. Og ég er alltaf bara, geði. Svo er ég spjallaði Daða, hann er alltaf bara að sýna mér eitthvað og gera eitthvað og þú er bara, wow, ok. Þannig að þekkingi sem ég hef hjá þeim, og ég náttúrulega veit ekki neitt annað, þekkingi sem ég hef hjá þeim er svo rosalega mikil að ég líti alltaf að þú veist, ok, nú er ég bara að setja markmið, ég ætla að taka við að Eið sem þjálfara, hvað þarf ég að gera næstu 5 árum? Og þú veist, eins og segja, bara leggja sig fram mikið. Það er eins og þú ert að gera, tala með hann Villa Arnarsson Gylfa, og bara þú veist, gera þetta. Og svo er fólk alltaf, hvernig hefur tíma? Bara, eins og Miss Piggy sagði við Kermit, make time. Ég er einstæður með 2 krakka og 1 18 ára ungling, ég bý bara til tíma. Já, maður þarf að gera þannig. Maður þarf að gera það og svo ég reyndar ógeðslega fyndið, ég sé stundum á Instagram, bara vakna 5 og fara út að hlaupa eitthvað, bara, hann var ekki krakka. Það er engin foreldrar að fara að vakna fyrir 5 til þess að fara út að hlaupa. Ekki séns. Alveg 100% ekki. Klárlega. Ég núverandi kærastinn mín er með eitthvað svona vaknar 20 mínútur í 6 til að gera jóga. En samt með 2 krakkar sko. En samt ok vel gert. Já, virkilega vel gert sko. En ég var samt bara svona, ertu geðvik? Það sem ég hugsaði. Ekki núna? Nei, ég ákveða svona að reyna að vera svolítið geðvíkur líka og gera bara jóga líka á móðunum sko. Af því að, þú veist, maður er í þessu 75 daga hard, skilur, þannig að maður þarf að æfa 2 á dag sko. Hvað er það? 75 hard? Það er 75 dagar í röð þar sem þú veist, æfi 2 á dag, borðar holt, drekkur ekki áfengi, les 10 blaðsíður á dag, þarf að drekka ekki mikið af vatni og mér minnir það sé svona nokkurn veginn upptalið. Og hvað gerist þú klikkar einn degi? Verður það bara aftur 0? Það var aftur 0. Það er þetta drullu hart. Það er drullu hart. Ertu búinn að klikka? Ég er búinn að klikka, Okay. en ég klikka alltaf á myndunum sko. Ég hef klikkað á því sko, ég hef klikkað á að lesa líka, ef ég lenda á svona 16 tíma vakt sko. Og ég hef líka klikkað á að taka mynd. En það sem skiptir mig mestu máli í þessu skilur er þú veist mataræði og æfingar. Þannig að maður heldur því við, en svo það kemur mars og þetta er búið, þá fer maður svona aftur upp í döflunni og svona, herri, ég ætla að gera þetta aftur, og þú maður ekki klikka. Ég er bara 365 degi hard. Þú veist, mér finnst samt, þú veist, ég myndi ekki nenni að lesa, ég myndi hlusta á frekar hljóðbók og hlust, en ég nefnir því ekki heldur, þannig að þess að mér, þá er það bara mataræði og æfingar. Já, það er svona. Þetta er svo í sumar, þá voru allir í frí og allt þetta og ég bara, ekki séns, ég ætla að taka þetta bara allt. Svo þegar vorum að fara að setja upp í bústað, þá fór ég alltaf til Berserkja, til að eiga svo þeirra voru klífið á rauðu. En ég misti ekki neitt. Herðu, ég var nú að prósa allir fyrir að taka mig júdokast. Ég fór upp og svo svona læðist ég niður. Ég var bara, þetta er að fallast að segja. Sigurpáll er svona líka, svona flegið mann var bara, lendir. Það er sko Egill á Selfossi, Berserkir. Það er geggjað gym. Geður þú ferð svona gamalt. Þetta er svona eins og að fara til Rússland, þú ferð í eitthvað gamalt íþróttahús og þú ert að koma inn og þú bara býstu ykkur gauð með yfir og skegg. Það var bara einn. Ég fann sko, ég fór inn í sumar og ég svo setti þessu dýnuna og svona að býja þegar allir myndi mæta og eitthvað. Mér fannst þetta svo stór. Þetta er eitthvað svona heavyweight gym. Þröstur, Maran, Egill og Guðmundur og þessi strákar átnaði, þeir eru risastór. Ég var þarna og ég var bara, við liðum svo 5 ára klart. Já, ég var bara, þetta er mjög erfitt. Það er eitthvað í vatninu á það. Sveitstyrkur. Já, ógeðslega sterkir. Þetta er geggjað gym. Þetta er snillt að gera. Þetta er geðveikt. Það er þess að eitt sem er ógeðslega fyndinn og ég var tekin í bóndabeyju síðasta sumar. Af honum Halldór fyrir norðan. Hann hélt á mér, ég var að blósa mikið, mér fannst þetta svo ótrúlega fáránlegt en hann bara tók mig í bóndabeyju og hélt mér og ég gat ekki neitt. Sveitastyrkurinn er þar. Hann tók þig bara í bóndabeyju? Hann tók mig í bóndabeyju. Ég satt eins og lítið unga barn í höndunum á honum, svo horfði það bara á mig og ég var alveg bara, ok, þetta getur verið vandræðalegt en þetta er ógeðslega gott. Shit, hvað það er gott. Það er geðveikt. Það er rót. Það er að taka mynd af þig. Heldur betur. Herru, hérna, ég er svona spæði að slá botnin í þessa hits samræði. Af því að við þurfum að taka, þetta er tvíhluta þáttur. Nákvæmlega. En ég vissi eiginlega ekki eitthvað svona gaman að tala þig. Nei. Mig grunaði það ekki. Svo mikil ástin á milli sko. Þetta er svona lof, alveg lofsamt. Við getum tekið 4 tíma í viðbóð sko. Já. Þetta
Já, þetta er svona þetta Jedi Sith dæmi, skilur við, þeir balansa hvern annan, skilur við, þú veist, einni er ekki til án hins. Það er bara þannig. Já, this brings balance to the force. Það sé alveg að vera nákvæm kærið á sama tímabili, Hörður á sama tímabili, Glýr á sama tímabili, Já, Keppi Erlendis. já, þetta er svolítið kompetist í gangi hérna, sko. Það er svolítið svona. Já. Seti Júlbjörns, þú verður nú á öðru seti að herra á eitt að sísi. Já. Sísi. Já, sjáum hvernig það gengur, sko. Þetta er svona reynslumót, sko. Þetta er samt fyrsta reynslumót mitt sem blábelgur, það var í grappning. Það voru sætt með fyrstir vandjum og fótinn 2 vikur fyrir og ristin, þú veist, ég gæti ekki lappað. Ég náði gullin í gínu, svo var ég innfættur í nógínu. Svo kom ég heim kvöld og stelpunar ekki fór út að borða. Ég bara panta pítsu, ég gæti ekki lappaði 4 dagar. Það er bara ónýtt með löpun. Ég veit það. En kefti samt, ég lofaði Petra einhvern veginn á risla. Já. Á 2. Það er svo pirrandi submission, maður er líka bara eitthvað svona, af hverju? Ég veit það, þú veist, þess að ég næði ykkur í arbar, ég held að. Þetta er svo umöðlegt uppjátt, sko. Þetta er það, sko. Maður er svo svektur um að vera tekin í þetta, skilju. Það er svona að æfa þig fyrir Euro og svo bla 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 og svo verður þú ristlokað og maður bara motherfucker. Hvað er það? Já, við tökum spjall seinna. Við þurfum alltaf að gera upp ferðirnar, þannig ég ætla að reyna að fá frá VAPC í næstu viku til að gera upp ferðina með okkur. Þetta er alltaf stór hópur. Þetta er svo stór hópur. Þetta er alveg bara hálf klika. Hvað er stórt? Já. Þá bara hlöður ekki með þetta. Já, 100%. Herru, Þröstur, ógeðslega gaman að fá þig í spjall. Við ætlum að kveðja þig að sinni og taka UFC hluta. Herru, þannig að við tökum smá svona afsakið hlé. Skrifa hérna í chati bara afsakið hlé. 3 mín. Ég hef tröll að trúa á þessu. Það er svo gaman að það er komið í svona móti, en það er alltaf svo stressað. Þannig að þú bara heldur fókus. Já. Það er svo gaurið sem ég var að keppa í fyrst. Það var bara svona, ég var bensið. En sko, ég er komin til að skemmta mig, sko. Ég fatti að það eftir eitthvað ísló. Ég tók eitthvað ísló. Já, ok. Það sé nú svo svolítið. Ég Verður ég bara stutt, létt og laggótt hérna hjá okkur? Jú, ekkert að frétta á þessu karli, sko. Já, geta frétta. Bara að negli í þetta. Jú. Herru, heldur betur, við erum bara komin aftur, Biggi. Yes sir. Það var gott spjall með hann Þröst. Já, ekkert má. Já, hann er hress, hverju með grunnum? Hverju með ykkur? Þessir ástfangnu menn, sko. Hann er með ást í hjartanu þessi. Það er bara glaður og ég hef ekki séð hann svona glaðan. Mér finnst hann alltaf svona glaður. Já. En það er hann búinn að vera með þessir dömu, sko, hvað sagði hann, 6 mánuði eða eitthvað? Halvt ár. Bara þau eru svona 9 árin svona official. Það var allan síðan jólin, þar sem þau byrjuðu greinlega að kyssast. En hún er greinlega búinn að hafa góð áhrif á. Herru, það er ekkert UFC næstu helgi. Nei. Það er hins vegar, það var hins vegar UFC núna helgina, sem var svona lalagott, eitthvað svona þið fannst standa sérstaklega upp úr UFC helgina. Það var ýmislegt, sko. Það sem mér var svona aðalega svona það sem stóð ekki upp úr var Almeida Kuniev. Já, það var það leiðilegt og líka bara, þú veist, ég veit ekki, mér finnst Amir Al-Basi kom leiðilega á óvart. Já. Hann bara, gæti ekki neitt, eða kannski kom hann sem ég man aldrei nafnið á, Hyuji
Já, hérna, Japanin. Já, Já. það var flottur þar. Hann er geggjaður. Líka hann hérna með skemmtilega svona strækingstíl, sko. Já, og það gerir sér spinning kicks og eitthvað. Einmitt. Og hann einhvern veginn svona, hann keyrir svo mikið svona í gegnum þig þegar hann er að kýla, sko. Já. Þú veist, það er ekki bara, hann oversjúðar ekki, Mm. hann bara svona kýlir og svo kemur líka með bara allir með, einhvern veginn. Og þetta er, Hann er svo góður í svona bara single shots. Þú Já. veist, oft, þú veist, gæinn sem hann næri stund sem hann flettur, hann er gæinn sem er að vinna, fattar við. já, En Amir Al-Basi, hann var að reyna það, hann var að kýla vilt og var ekki náða að hitta neitt og hann svaraði hann alltaf bara með geðveitt hnitmiðum single shots tilbaka já. og bara fucking burstaði neppan á Amir Al-Basi upp þarna. Já. Amir Al-Basi var bara, þú veist, þegar kom strike countið, það var hann bara með eitthvað svona 5 högg í þessari lótu, 7 högg í næstu lótu, Já. ég man ekki hvað það var nákvæmlega, en þú veist, það var bara, það var ekkert að lenda í hann. Ég held ekki, maður má ekki klína þessu svolítið á hérna á ringröst. Hún er að meiddur, er svona að koma tilbaka. Þú veist, þetta var ekkert svona, þetta er ekki sá Amir Al-Basi sem að við svona þekkjum og elskum, sko. Nei, einmitt. Og líka það bara mæta mest spennandi gæjanum í divisioninu núna, þú veist. En það er ekki sem að overstatement að segja að hérna Kyoji Horiguchi sé mest spennandi gæinn í divisionin eftir að hafa tekið 1 bardaga síðan að koma tilbaka. En veist, hann er á hérna, hvað, 5 bardaga sigurgöngu í UFC. Já, En ég myndi segja að hann væri mest spennandi gæinn í flyweight okkur núna. Joshua Van er champion núna, Pantoja er meiddur. Ég held að, þú veist, er Kyoji ekki bara næstur til að fara í title shot? Með ef einhvern veginn flyweightið hefur virkað svolítið undanfarið, Já. þá, þú veist, jú. Þú veist, já, þú veist, gæti alveg verið. Þú veist, en, það lítur að vera einhver á... Það er Manel Kapp og Tatsuro Taira og einhver gæðarna, sko. Einmitt. En Kyoji, hann hlýtur að fara upp í allan 17 núna með sigur á Al-Basi. Já, það getur verið. Herru, hérna, en ef við tölum aðeins um main eventi sem var náttúrulega Mario Bautista móti Vinicius Oliveira. Sko, ég hérna gerði smá tape study á Vinicius Oliveira, ekki fyrir þáttinn sem við tókum upp, sko, en ég gerði það eftir þáttinn, áður en ég byrjaði að tippa. Og þá var ég bara ekki séns þessi gæi sé að fara að vinna Mario Bautista. En stuðlarnir á Mario Bautista, þeir hækkuðu rosalega rétt fyrir. Fóru úr 1.5 upp í 1.7. Mér fannst það áhugavert, sko, en ég greip 1.7. Já. En hérna, og djöfull var þetta auðvelt. Bara Mario Bautista var svo yfirvegaður og hann var bara eins og maður mátti eiginlega búast við eftir maður svona gerði almennt tape study á Vinicius Oliveira, sko. Þú veist, hann er svo oft kjánalegur hreyfingum, oft svona einhvern veginn illa balansaður og maður bara Mario Bautista með of sterk fundamentals til þess að Oliveira eigi break, sko. Ég veist líka bara skrítið Oliveira hann var að initiata wrestling extensions og svo endaði bara með að þú veist, Mario Bautista náði snústöðunni, náði trippan og halda hann niður í gólfinu og svo var bara Oliveira, þú veist, og chillaði bara á bakinu til að liggja og þú veist og hérna Mario Bautista einhvern veginn gaf hann séns bara að standa upp en hann bara nei, ég ætla bara að liggja hérna, þú veist, bara svona eitthvað sem maður átti enga með vona, sko. En það, þú veist, Vinicius Oliveira var big underdog fyrir þetta en eins og segir, svo minnkaði bilið þarna á milli þeirra og eins og við gerum kosningu á Instagraminu okkar, það voru bara langt flestir af því að Vinicius Oliveira var að vinna þar. Já. Mjög skrítið, sko. Já, það er svona, þú veist, ég skildi það samt, sko, þú veist, tilfinningi mín fyrir barðan var að hann væri líklega bara of flamboyant striker fyrir Bautista. En svo segir maður samt svona hvað hann er í rauninni ógeðslega opinn oft og hvað hann er ekki samfærandi glímu og hvað hann hefur oft lent í vandræðum, sko. Þannig að maður svona, eins og bara þessi bardagi sem var sett hann á kortið, hann náði sig þarna blind knee, að Sopai var búinn að vera að bara wrestlefokka hann upp á þeim tímapunkti, þú veist, hérna lýsendurnir þeim bardaga töluðu um total domination by Sopai rétt áður en að svo Vinicius Oliveira náði þessu flying knockout þá var allir bara wow, þessi gæði, sko. En þú veist, hann er að lenda í vandræðum og móti ekki herri level gaurum þetta bara móti Sopai, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að ég var svona ekkert hissa á þessu og Mario Bautista er náttúrulega ógeðslega góður í glímu. Hann er vörs á stöðuna það, veist, Vinicius reyna að taka hann niður, Bautista minnir að hann hefði bara verið ógeðslega fljótur að setja inn butterfly krók og bara vippa honum yfir og enda í toppstöðu
og hann var bara svo miklu betri í gólfinu. Já. Það var bara, þú veist, there were levels to this game, sko, og þú varst ekki á leveli við Batista. Já. Það var svo greinilegt. Það var skemmtilegt þannig í lokin, hún kom með henni í eitthvað crucifix og hótar hann eitthvað svona Kimura eitthvað, nót það til því úr að baki á hann. Svo þannig kemur hendina upp og tappi kemur leið og setur hendina undir, sko. Það var bara, já. Komur leið. Það er bara, Batista, geggjaður í þessu. Verður hann ekki champ á einhverjum tíma, þú veist? Ég held að hann sé bara svolítið svona gatekeeper gæi, sko. Eða þú veist, ég held að hann sé ekki að fara að vinna, Peter Yan til dæmis. Eða meira, ég held að sé, þú veist, hann tapar á móti, hann tapar á móti Umar, var það ekki? Jú. Daginn, þú veist, ég held að þessi svona topp gæjar í bantamweight séu mögulega aðeins stóri bitar fyrir hann, sko. En hann einhvern veginn pakkar öllum hinnum. Já, ég þarf svona eiginlega að vera sammála því, sko. Sorry, þá hef ég jakka. Ég þarf alveg að vera sammála því, sko, en, þú veist, hann er rankaðar 8, þú veist, ef við byrjum að saman við Marlon Vera, Deivinson Figueiredo mér finnst eins og ef þú parar hann saman við Sean O'Malley, hann gæti alveg tekið Sean O'Malley. Já. Þú veist, jú, kannski verður hann bara fastur sem einhver gatekeeper, sko, en mér finnst hann alveg, mér finnst hann geta klifrað hærra, sko. Já. En þetta var mjög góð barðaði fyrir hann, þetta bara, þú veist, mér fannst líka svona Vinicius Oliveira alveg að gefa frá sér svona taugatrækta orku. Þú veist, hann var svona eitthvað aðeins of mikið að hlæja, skilja, hann var svona eins og hann væri svona svolítið taugatræktur, var að gera það aðeins var að gera aðeins svo lítið úr þessu. Og hann var náttúrulega sko tilbúið með afsökunina eftir á, sko. Já, hvað? Þú veist, hann braut á sér hendina, eða sko, his arm, handlegginn. Handlegginn? Hann braut á sér handlegginn 51 dögum fyrir bardagann. Og hann þú veist bara ákvaða samt að halda áfram með kampið og fara eina bardaga, sko. Og hann sagði, þú veist, bara stórum part af þessu kampi var hann bara að æfa með í gifsi, sko. Já. Og þú veist, og var eitthvað að viðurkenna að það hefði verið eitthvað svolítið reckless af honum og liðinu hans, sko. En þeir ákveða, þú veist, halda þessu lengdu og halda sig við hennar fætt. Ég þoli ekki að gauðra að gera það, þú veist, ég betta á svona hluti. Ég bara eitthvað að brauta með hendina og eitthvað að leyna þér fyrir öllum og þú veist, ég náttúrulega betta ekki á hann núna. En oft það maður bettar á hann og svo bara skítapar hann og kemur með einhvern svona afsökun eftir og ég þoli það. Nei, en þú getur samt alveg hugsað þetta þannig, sko, að þetta jafna sig út af endanum, skilju. Svo tippar hann með einhverjum einn daginn og hann mætir anstæðing. Það gerist aldrei. Jú, þú bara veist ekki að því. Þú tjekkar ekki að því, þú bara tekur sigurinn og heldur áfram með lífið og lætur bara eins og þú sért, þú veist, guð í veðmál. Ég held ég hafi gert vel í veðmálunum núna helgina. Ég gerði bara 1-3 legg parallel og betta ekkert meira á það. Já. Ég setti Veretinnikov, svo Dustin Jacoby, þessi tveir voru búin að lenda og svo var ég með þriðja ákvað ég setja Mark-André Barriault sem var bara 4 eða eitthvað. Já. Og Oleksijčuk byrjaði ógeðslega sterkt, ég spáði honum í síðasta þætti, byrjaði ógeðslega sterkt. Svo kom Mark-André Barriault ógeðslega sterkur í annar lóti og klálega vann hana. 1-1 á leiðinni inn í 3. lóti, momentumið búið að snúast við og ég bara, djöfull, er ég klár? Ég er svo klár. En svo kom bara Oleksijčuk og vann 3. lótin alveg samfærandi. En þetta var geggjaði fætt. Mark-André Barriault, hann er svo mikil Canadian. Mér finnst ég sjá á honum að hann lærði að berjast á skautum. Því hann grípur bara í svona, collar tie eitthvað og svo bara uppercuttar. Hann er bara alveg eins og hockeymaður að slást, sko. Já, svona hockeystíl. Já. Þannig að hann lærði að slást á skautum. Maður bara sér það. Ég hugsa að það geti alveg verið rétt hjá þér, sko. Að þegar hann grípur þetta, heitir ekki eitthvað heitir þetta collar tie eða eitthvað. Hann grípur svona utan á mig bara collar tie? Já, nákvæmlega. Og svo bara uppercuttar. Já. Hann vill bara vera þar og hann er fucking góður í þessu. Hann myndi Oleksijčuk alveg með þessum hörgum, sko. Já, sko, Mark-André Barriault er langt bestur svona í pocketinu, af því hann gerir það með rosa mikið að taka þessi collar tie eða freyma svona á andlitið. Þannig að hann veit alltaf, skilur, hvar hausinn er. Þannig að, þú veist, ef þú ert með collar tie og ert að halda utan á hausinn, þá veistu nákvæmlega hvar hann er og hvert þú ætti að setja olnbogana hérna. Þannig að svona, hann gerir þetta ógeðslega vel. Mark-André Barriault og Justin Gaethje gerir þetta mjög vel. Þannig að ég skil hvað hann kemur. En Oleksijčuk,
hefur alveg fengið ráðið í hóttinu bara, herri, distance, gamli. Þú veist, þú er með lengri faðan, distance. Bara ekki vera fáið. Og það skilja honum alveg, þetta var alveg öruggur sigur, sko. Já, Þannig að það sé, það var 1-1 á leiðinni inn í lokalótuna. Já, Og þetta var fight of the night, þetta var skemmtilegu fight, sko. já, þetta var alveg svona lang skemmtilegasta fætin á minnkartinu. Já, þetta var eini fightin sem ég náði live. Já, það. Já, ég náði engu live, held ég. Ég horfði á það bara í vinnunni, daginn eftir. Var það voru Super Bowl, eða? Nei, ég misti alveg því. Já. Ekkert að pæli. Ég horfði á það tjóðlega leiðilegt, maður. Já, það. Já, fólk svekkaði, sko. Það var ekkert skemmtilegt við það, ekki neitt. Nei. Ég ákvað að betta á underdog, Patriots. Já. Og þetta var bara aldrei spennandi og þetta var bara eitthvað peningur sem ég kastaði frá mér, sko. Já, við stundum þetta bara þannig. Já. Eru Patriots svona lélegir eftir að Hardy... Var hann í Patriots? Já, það ekki. Ég bara, þú veist, ég þekki ekki maður, ég veit ekki eins og reglunar. Ég er bara, hvað er að gera? Það er þessum boltan núna. Já, reglandur hann er að grífa boltan og hlaupa með hann svona á hinnan þá. Eitthvað þannig, já. Nei, hann var svo lélegur fórstubakkin hjá Patriots, sko. Hann var bara... Já. Ég get ekki amerískan fótbolta. Það er ómikið af pásum og svona dóti, skilur við. Ég ger eitthvað eitt play, þú veist, þú fær 3 sóknartilraunir og alltaf einhvern veginn svona, hei, ok, hvað að gera næst? Svo er bara auglýsing pása, þú veist, ég held að þetta sé sko bara, þú veist, þetta eru bara eitthvað svona 12 til 20 mínútur af spilun, skilur við, í 3 tíma sjó. Hitt er bara auglýsing, skilur við. Og bara eitthvað halftime show. Hvað var með halftime show? Herru, það var Bad Bunny. Ég veit ekkert hver þetta er, en hann talar ekki sterkt orðið í ensku, greinlega. Það var bara á spænsku. Og maður bara, er þetta ekki amerískur fótbolti, Bandaríkin eitthvað, þú veist, það var bara spænska. Já. Og ég var bara, þú veist, kann þessi maður ensku. Já. Það er alltaf þessi drull liður hann, sko, út af því að á meðan að það voru að spila bandaríska þjóðsönginn, og allir standa í íslamist þjóðhennum, hann sat bara eitthvað í símann sinn. Drullu saman Bandaríkjana, Jake Paul og bara, nú slekk ég á halftime showinu, because he's a fake American. Já. Það er lélegt með það. Já, mér fannst það drullu lélegt halftime show, sko. Ég sá eitthvað mím þar sem að eitthvað að myndavélinn hafi farið á Bad Bunny, sko. Ég fattaði ekki hver það var, sko. Og þá kemur svona eitthvað mynd af honum, en hann lítur alveg út eins og Adam Sandler, þannig að svona sjónvarpið svona, hér er Adam Sandler. Það er svona að vera að sýna Bad Bunny. Adam Sandler var vissilega á verðinu. Já, en hann var ekki í mynd þegar nafnið hans var á skjánum. Bad Bunny var í mynd. En þeir eru ógeðslega líkir, víst. Ég veit ekki bara, ég hef þetta eftir einhverjum Instagram post, sko. Herru, förum aðeins niður í kartið, sko, ok. Maður Bautista fær performance of the night bonus, bara verðskulda. Hann bara valla svitnaði við þetta. En hrikalega leiðilegur bardagi. Rizvan Kuniev og Jailton Almeida. Já, bara ógeðslega leiðilegur. Sko það sem maður vantar inn í UFC stats er hversu oft Herb Dean kemur og segir svona, já, ég strákar, break it up, farið að búrinu og gerir þið eitthvað. Var það ekki, Mark Jobb? Var það? Mér myndi að þetta hefði verið... Nei, ekki verið, ég man ekki. En Mark Jobb á þessu karti dæmdi 500. UFC fættin sin. Ok. Það er eitthvað. Jú, það er Dan Mark Jobb. Hann dæmdi hann bara það. Rétt þurrbygginir. Ég er svo skemmtilega einhverjur stundum. Það er agalega. Kanski mann ekkert um barndaginn. Það er ekkert bara reynda mun ekki eftir því. Þetta var svo leiðilegt, sko. Já, ég veit það. Mér langaði að sjá Rizvan Kuniev hætta að reyna að wrestla við Jailton Almeida og bara róta hana. Því að ég held hann hefði alveg getað það. Hann vildi fara bara í hann á búrinu og bíða eftir að Mark Jotta tók á því sundur. En Kuniev er ekki rankaður eða eitthvað? Já, ég held hann var bara á, Rizvan Kuniev. Ég sagði eitthvað vitleysið í síðasta þætti einhvern annan heavyweight sem að komst inn á rankings fyrir að tapa. Rizvan Kuniev tók þarna debut sitt, var það ekki á móti Curtis Blades eða eitthvað, það var eitthvað klikkað. Jú, Curtis Blades tapaði splitt á móti honum í fyrsta UFC barndaginn sínum og komst inn á topp 15 með 0 sigra og 1 tap. Það var hans leið inn á rankings. Þannig að ég veit ekki hvort hann sitti þar akkurat núna. Nei, hann er þarna rétt fyrir aftan, sko.
En með þessum sigri, þá hlýtur hann að komast út í Gentleman Mate-sæti 7. sæti. En já, sko ég sá eitthvað á Instagram bara Gentleman Mate removed, en ég held að sé fake news sko. Það fake news, hann bara að færa þessu niður í light heavy. Já, ok. Það eru fréttirnar. Já, ok. Þannig að sem að ég gúttir mjög mikið af því að hann ekki nógu stór til þess að vera heavyweight. Hann á miklu meira heima í light heavy. Já, hann er ekki nálægt í að vera 260, en hann er eitthvað 220-30 ekki. Ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þungur. Menni það sko. En þetta bara, Gentleman Mate getur verið svo ógeðslega dóminitana bara, ef hann fær að glíma og menn kunni ekkert í glímu, það er bara dóminitana. En þetta var svo leiðilega bara það, sko. Hann veiktaði 241 pund. 241? Já. Hann má vera 24 pounds meira, sko. Já, hann verður að tala sko rúm 10 kíló. Já. Já. Þannig að já, bara drullaði niður, bara hvað er það að pæla, sko. En, sko, við fyrir með strækantið, total strikes, hann lendi 31 höggi móti 43 og þú veist, þetta er mest í clinchinu. Það summeraði upp þessa heavyweight deild sem er bara... Þetta er meira en helmingurinn af þessum höggum, sem er ekki mörg, koma úr clinchinu, eitthvað pikk, sko. Þetta var svo leiðilegt, en sko í alvegni, þegar dómarinn eitthvað svona, að vera að kynna sigurvegarann og Gentleman Mate svona lyftir upp hendinni svona eins og hann hafi gert eitthvað í þessum bardaga og eitthvað verðskuldað sigur. Guð minn góður, maður er bara svona, herðu, niður með hendina, núna. Bara þú átt ekki eins og skilið að láta eins og að unnið, sko. Hann og það. Herðu, Fight of the Night fór til Michal Oleksiejczuk gegn Marc-André Barriault, það er ekki bara sanngjarnt. Jú, sanngjarnt fætt, sko. Þetta var jafnari fight. Kannski ekki beint jafnari fight inn á dóna, sko, en svona... Ég sagði síðast að því, ég spáði á Oleksiejczuk en það var miklu jafnara heldur en þessi stöðlar. Já, 100%. Og það var alveg staðan, sko. Þetta fóð 2-1. Þannig að, kannski búin að diskutera það, sko. Er ekki Marc-André Barriault bara svona þægilegur svona gaur til að hafa á rostföllnum? Bara hann má berjast og meðan hann að berjast, hann er skemmtilegur. Já. Hann er ekki að fara neitt. En þetta er bara fighter. Já. Þetta er bara price money fighter. En Michal Oleksiejczuk, hann er samt alveg svona, það er smá uppreist æru í honum eftir að hafa tapað, þú veist, 3 í röð, þú veist, Michel Pereira, Kevin Holland, Sharam Magomedov, búin að vinna núna 3 í röð. Komin í fighting words? Já, ég fíla það, sko. En hann er vissilega samt bara að vinna, skilur, Cedric Dumas, Gerald Mercier, Marc-André Barriault. Þetta er ekki glæsistíður af, sko. Marc-André Barriault er góð. Já, það er Mercier og Dumas, sko. Já. Dumas er náttúrulega bara einhver mumble rapper glæpamaður. Dumas og Mercier eru skildir sigrar fyrir hvert sem er, sko. Já. Þú veist, ef þú tapar fyrir þeim, þá bara skilja hvað það er. Hann líka vinnur á báða í fyrstu rútu, sko. Já, ég bara, sanngjarnt, sko. Þannig já, þannig að það er smá uppreist æru hjá honum og hann er komin í Fighting Nerds. Þannig að hvað, hann er bara, núna bara fighting out of São Paulo, Brasil. Já. Það er frekar klikkað. Hvað, þú veist, er það nógu góð til að vera champ? Nei. Það veist, hann er ekki bara að vinna hundsað, sko. Nei, það spurning hvort hann detti inn á top 15 lista. Já, með mögulega. Þessum séri, 3 í röð. En ég meina, þú veist, í middleweight, skilur við, þetta er þétt setið, sko. Já, ég held að hann fara ekki inn á rankings eftir þennan sigur, en hann gæti fengið næsta fight sem að kæma nú langa, sko. Já. En ef þú ferði yfir, skilur við, top 15 listaðan, verið 15. sæti, Bruno Ferreira, svo kemur Joe Pyfer, Gregory Rodriguez, Paulo Costa. Þetta er allt bara fightar sem maður er bara svona, ég veit það ekki. Maður er svolítið, nei, ég held ekki. Þannig að svona, já, ég held að hann sé bara svolítið eins og Marc-André Barriault, bara svona eitthvað. Bara fighter og gefur góða barða, þú veist. En eiginlega svona sá bardagamaður sem ég fannst eiginlega svona skemmtilegastur á maincardinu sem að ég hef ekki fylgst mikið með þannig að segja. Það er Farid Basharat, núna 15-0 eftir að segir að Jean Matsumoto. Þetta er ógeðslega skemmtilegur fighter. Þú veist það er svona, þú veist, ég punktaði sérstaklega hjá mér eftir
eftir barðan er hvað hann gerir vel í að svona slá frá sér á þessum neikvæða tíma, skilur. Þú veist, við komum bara inn, bara búm, búm, svo kemur alltaf svona þessi pásutími, þar sem að það er einhvern svona negative time í gangi, en hann er alltaf fyrri til að slá. Hann kemur alveg svona búm, 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 búm. Þú veist, þegar þú heldur, þú er svona að resetta og svona, þá kemur síðasta höggið hans. Og hann pásar aldrei of lengi, hann er með rosalega hátt tempó og er ótrúlega fljótur, þú veist, ef hann er ekki tíma að, þú veist, skipta stöðu, stokka þessu vel upp og gefa þér fullt af spurningum sem er erfitt að svara. Þannig að þetta er góðu gæi. Þú veist, 15-0 eðlilega og þú veist, margir kannski bara að pæla meira í honum sem fattar mann en ég hef gert hingað til. En ég svona tók sérstaklega eftir því svona helgina hvað hann er ótrúlega flinkur og hvað það er örugglega mjög erfitt að díla með hann. Og bara varðist þessum fellum frá Gene Matsumoto frekar vel, sko. Já, mér minnir að komum til mann sent í barndan, þá var hann með 100% fellu þarna. Jú, ekki með statsúpið fyrir mig, en það getur verið. Og svo spinning árásir, veist, það eru deadly. Og Matsumoto bara komið skurð við augað bara, veist, eftir 10 sekundur eða eitthvað. Það er bara, þetta er geggjað fætur. En, þú veist, hann geti alveg eins farið alla leið, fyrir mér sko. Já, einmitt. Maður er svona aðeins frá hann efast bróður hans, Javid sko, en Farid, hann er the real deal sko. Já, hann er oft kallað betri bróður en það ekki. Jú, ég sagði það í síðust þetta á hann. Já, Javid var farin eitthvað að tapa hana. Hann er komið 2 töp, komið báðir ósigraðir inn í UFC. En Javid tapaði 2 í röð þarna móti Ayman Sahibi og svo Ricky Simon sko. Já. En fékk núna einhvern debut gæja sko og hann átti að mæta hann að Said Nurmagomedov. Ég held að hann hefði tapað honum þeim bara það sko. Já, það getur verið. En, veist, ósigraðar í UFC 6-0. Sterkir sigrar. Já, Farid. Já, Farid. Já. Þú veist, þessi gæi er the real deal, skilji. Ég vil fá hann ég vil sjá meira á hann. Bara ASAP. Ég er nýr aðdáandi. Og Gene Matsumoto, hann var líka geggjaður sko. Hann er flóknur þá. Já, hann er mjög flótur. Þetta er ekki auðvöldur gæi til að berast þig sko. Nei. Þannig að ég hugsa, svona ef ég tippa henni í framtíðina, með nokkurn veginn sama við hvað Matsumoto berst, ég held ég setja penning á. Hann svona, hann var ekki ósigraður í UFC komandi inn í þennan brota eða hvað? Nei, hann er með 2 töp. Með 2 töp núna, 1 móti Rob Font, já, split. En þú veist, split decision núna móti Rob Font og split decision móti Farid Basaghat, sem er samt skrítið, þetta var alveg svona unanimous decision. Já, hann tók aðralóti, hann tók það með mikla glímu tilbyrði sko. Mér fannst þeim skrítið að það væri split sko. En þriðja lóta var svona frekar skuldlaust til Basaghat sko. Já, og fyrsta. Já, og fyrsta. Þannig að svona, en þetta er klárlega gauðir sem að þú veist, þeir báðir, þeim er treystandi fyrir peningum sko, að mínum vandi. En þetta kikkaði alltaf á stað með Justin Jacoby á móti Julius Walker. Já. Justin Jacoby bara einhvern veginn, bara eitthvað svona kickbox vél bara. Já. Bara ótrúlega sterkur. Julius Walker leit vel út í fyrsta lótu. Hann var alveg eitthvað að ná að halda hann í búri og svona restan eitthvað. Já. En svo bara fór Justin Jacoby að lenda beinu höggunum sínum bara í annar lótu. Og já, hann lendi einhvern 2 krossum á maður þeir eru bara gamla æfingar og maður svona, maður sá að Justin Jacoby var bara eitthvað, er ekki búið, það vildi ekki með hann of mikið, sko. Ég fekk það á tilfinningu, sko. Svo var hann bara, nei, halda áfram, ok, og búm, og þú veist, tók hann komast undir klárum. Já, ég tók því meira þannig að hann hefði bara haldið að, sko, bardaðin verið búinn, því að það sem ég tók eftir og punktaði niður hjá mig var svona, mér fannst að vera annað dæmi þar sem að bardaðin er látin halda áfram töluvert lengur núna eftir að Paramount Plus tók við sýningunum, skilur, og maður aðeins að ræði því síðast þetta, skilur, hvað bardaðinir eru látnir halda mikið áfram, sko. Mér fannst þess að Justin Jacoby væri bara búinn að berja Walker það mikið að hann væri svona, býtum við, nú er ég búinn að berja hann svona mikið án þess að fá svarað tilbaka, er þetta ekki búið? Meir en eitthvað svona, hei, þetta er gamall vinur minn. Nei, ég held að, þú veist, ef þetta hefði bara verið einhver gæi, þá var hann bara haldið áfram og fór inn í stúdíóinu, en hann svona, ég held að það hefði verið svona vinskapur á milli sem hann var bara, hei, þetta er ekki búið, fattar við? Já, ég held að það hefði verið svona, ég er búinn að berjast nógu lengi í UFC og reynsla mín segir að þetta sé í rauninni búið og þú veist,
Já. En mér fannst ekkert þannig eitthvað svona leit, þú veist, mér fannst alveg bara Julius Walker var ekki alveg át af því þó hann, þú veist, var í þannig vandræðum. Þá fannst mér hann alveg svona, mér fannst alltaf lægi að leiða þessu ganga smá. Já, ég er stjórnum samanlega, sko. En ég held að bara, ég hlýnti því að það fái aðeins að rúlla, sko. En ég bara svona, já, velti þessu fyrir mér á þeim tíma bara. Hvort að, já, hvort það væri ekki svona annað dæmi bara, veist, hvort það fáum ekki meira af þessu. Að menn þurfa bara virkilega að sigra barna. Að þetta var alveg orðið þannig að mér finnst þess að UFC væri sú bardaðarslóðin sem væri svona next að klára bardaða. Því að ég var fyrir tilvíðlun daginn í huggulegu kúri að horfa á Octagon, rússneska dóti. Og þar halda bardaðarnir bara áfram endalaust, sko. Og bara þeir taka svo mikið punishment. Og maður er bara svona, herru, er þetta ekki búið? Þú veist, það er bara, þetta er ógeðslega gróft, sko. Og þá hugsaði maður bara svona, ef það væri UFC, þá væri þetta búið fyrir svona mínútu. En svo hugsaði maður, en það er samt UFC, skilur. Ætti UFC ekki að fá að vera svolítið svona meira nasty, skilur. Af hverju fá litlu sjóin að vera meira, hvað maður segja, svona af hverju litlu sjóin eins og minni sjóin eins og Octagon og blá blá, af hverju halda þau svona lengi áfram. En UFC gerir það ekki sem á að vera toppurinn, skilur. Maður hefði haldið að þeir svona... Kannski vilja það bara blóð og þú veist, vilja það bara, þú veist, þau eru graðir í eitthvað meira gerist til að fá fleiri augur á sitt og mót sitt næga. Já, alveg klálega ekki þessu, sko, og UFC ætti að gera það líka. En talað Octagon, ég hef ekki hort á það áður. Það er bara nóg til að horfa á og ég hef ekki mikið fylgst með. Þetta er á fættasæði? Anskoðan af, jú, alltaf það ekki. Ef að tjekka eldsnögt, svo sem ekki að ljúga að fólki. En ég tók eftir því, sko, að þeir gefa spjöld þar. Það kom groin shot í bardaðanum og dómarinn bara, herri, guldspjald. Og ég var bara, fair. Svona spjöld tvæningur. Já, en svo kom sko groin shot bara stuttu eftir. En það var ekki, veist, þá skipti einhver máli að nefna guldspjald. En ég var svona spáði hvort það var kannski bara ef að þetta eru hart eða eitthvað, skilur. En ég fíla mjög mikið að dómari kom bara, herri vinnur, guldspjald af þig. Og svo bara 2 gul gera rauð. Veistu, það er ekki bara fair. En það var svona, já, ég veit ekki hvort þú verður disqualified eða hvort þú verður tekið að stig eða eitthvað. En mér hafði mjög gaman að því, sko. En þetta er ekki á Fight Pass, ég verður rugla. Nei, jú, rugla. Ég hef búin að opna Fight Pass og ég sá þetta ekki þar. En það var eitt, það var Íslendingur að keppa um helgina. Já, Magnús Freyr Jónasson. Já. Ég sigraði bara með submission í fyrstu leiku, eða? Nú er ég ekki viss, sko, ég reyndi að finna hann, sko, ég ætlaði að horfa á bardaðan. Já. en ég bara fann hann ekki á streyminu og náði ekki að horfa. Já, ég sá bara ég sá bara Í story? Já, nei, ég myndi að það var eitthvað ground and pound. Þannig klára hann í annar lögur. Já. Þetta er íslensku strákur sem er búin að búa í Svíþjóð bara síðan 7 ára. Já. Og já, er ekki búin að æfa það lengi. Ég er búin að æfa enna í 2 ár fyrir það að grappa. En bara trullu flottir, virkar rosa flottir. Við komum núna með 6-3 met, 9 barðar. Sem pró? Nei, sem amateur, já. Hann er 20 bara. Já. Það var björt framtíð fyrir hann strák, sko. Já. Hann er bara að byrja að berjast bara snemma eftir að hann byrjaði að æfa. Já, Hann hlýtur að... 2 ár frá hann byrjaði að æfa MMA. Já. Hann er alltaf með einhvern bakgrunn. Já, grappla. Hann var 2 ára að grappla áður en hann fór í MMA. Já. Ok. Hann var 5 ári í grappli. Hann byrjaði bara í jiu-jitsu hann fannst að vera orðinn of þungur og eitthvað. Ha, klassískt. Já, og svo bara fekk hann ekki að ná þessu og bara, núna er hann bara stefna á próferinn, sko. Ok, geðveikt. Og þetta var í beinni útsendingu á UFC Fight Pass. Já. Þetta er FCR í Svíþjóð, sama promotion og Hákon getur það. Jú, það er rétt við þér. Þeir sem eru með Fight Pass, þetta heitir eitthvað Örebro, eftir borginni. Já. Eitthvað svona, já. Þetta er FCR 27 heitir þessi viðburður. Fór fram í Örebro í Svíþjóð. Já. Sem er geðveikt. Er eitthvað merkilega að frétta úr þeim fréttum sem að þú last yfir vikuna? Herru, það voru Íslendingar frá Imperium Já. að keppa
í Pólland, eða ekki? Jú. Herru, það var hérna Ýmir Friðgeirs, hann sigraði sinn bardag, eftir geggjaðan bardag, stóð þarna hjá Imperium. Svo var það Olivia Janczuk, hún þurfti að fara upp flokk í B-klass í sinni fyrsta bardag á móti mun reyndara andstæðing, en stóð sig mjög vel og bardaði jafn, en úrskurðurinn var ekki með henni í þetta skipti. Okay. Svo var það Berglind Haraldsdóttir. Hún stóð sig vel í fyrsta bardaga á móti andstæðingi í flokki fyrir ofan, gaf ekkert eftir en sigur í hittofnum. Og svo var það Karó, ég veit ekki náttúrulega nafn hans en hann sigraði sinn bardaga. Okay. Og svo var það með Manpi, ég er nú að lesa bara hérna sko Instagram-nöfnið þeirra, en við erum með þetta hérna líka frá honum Dodda. Dodda í Imperium. Já, skrifum greinum þetta. Já, þetta voru Matthäus Pitel, Berglind Haraldsdóttir, Karol Ruskowski, Olivia Janczuk og já, þau. Og já, þessi hérna Matthäus Pitel, hann sigraði með KO í fyrstu lótu. Nice. Og hérna, já, og fekk velum fyrir hraðasta rótöki. Fekk tappu í velum. Það eru pólskustu velum sem við veitum. Já, og sko, hérna, þetta var mjög cool, sko. Þetta mót að sett upp bara í einhverju molli. Já. Það var áhugaverð stöf, sko. Ok. Ég digga það. Ok, það er En stangið. hérna, þú veist, Imperium postaði einhverju vídeóum af þessu og bara þessir þetta lúkkaði allt bara frekar vel, bara flotta frammistöðu hjá þessum krökkum. Nice. Það krökkum við bara fólk á staðlega. Já, þetta lúkka eins og allt eins og einhverja geggjaða killers Já. sem að koma. Við erum að fara að fá hann Dodda í Herru, já, ég ræddi með þennan, fá hann í þáttinn, hann og Kjarðarkar saman og tala aðeins við ykkur hvað Muay Thai sambandið er að gera. Já. Þarna á þessu móti var keppt sko eftir EFMA áhugamannareglum sem eru, þú veist, EFMA er alþjóðasamband og viðurkennt af IOC, Ólympíu sambandinu. Og næsta skref hjá þessu alþjóðasambandi er að taka þátt á Ólympíuleikunum sjálfum og þessar EFMA áhugamannareglur eru þær reglur sem okkar íslenska Muay Thai samband er að fara að innleiða hérna heima líka. Nice. Og við erum vantilega að vona þá bara Muay Thai bardagasjói hérna heima. Já. Það er klíka. Það er klíka. Ég held að þetta kom mörgum óvart sko hvað bara við eigum sterka kickbox og Muay Thai senu hérna heima þegar við byrjum að keppa í þessu sko. Já. Fullt af killerum maður í, þú veist, Imperium og UFC og Reykjavík MMA, pólski hópurinn af Reykjavík MMA. Það er scary stuff sko. Já. Það er scary stuff sko. Já. Ég er líka bara, ég sparraði einhverja gaura hana sko, það hefur ekki verið gaman. Þetta er Reykjavík MMA sko. Nei. Keppa svona. Nei, þessi pólsku hópur er alveg next level harðir sko. Ég spjallaði við Norbert daginn. Það er meginn sem maður. Já, hann er á leiðin tíðilbardaga. Já. Í kickboxi. Já. Hann vann líka eitthvað risa mót daginn sko. Já. Við máum taka ykkur svona rispu í Muay Thai. Eftir svona, já, kannski frá með ykkur 2 vikum. Getum kannski tekið 2 vikur í eitthvað svona Muay Thai kickbox pólverja spjall. Það verður alveg mun meira Muay Thai núna á Íslandi og hjá okkur núna með tilkomin Muay Thai sambandsins. 100%. Herru, hérna, það er eiginlega ekkert meira að frétta. Þetta var svona, það er ekkert UFC næstu helgi. Við erum bara að bíða eftir hérna Strickland á móti Fluffy Hernandez. Já, það er 2 vikur. Það er 2 vikur. Það verður fætt. Já, hvað er hérna, 21. febrúar. Já. Það verður skemmtilegu fætt. Það er bara í Toyota Center í Texas. Það er spurning hvort Joe Rogan verður mættur á svæði. Já, lítið. Já, to Texas. Herru, ég meina sögu samt hérna áður en við endum þetta podcast. Okay. Það var einhver MMA bardagi helgina. Ég bara var ekki búinn skotin á vel í hvaða promotion það var. En sem sagt, það var gæi sem beit hann að gæi eirað. Já. Hólaði Mike Tyson. Já. Og það yrðu bara fucking rísa slagsmál þegar það hann búinn, þú veist, þegar hann tóð út í búrinu og hann bara jumpaði fullt af fólki. Það var mega hópslagsmál. Til trúið því. Hvar var það? Ég veit það ekki. Ég bara, við þurfum að skrifa grein þetta og birta þetta hérna á MMA fréttir. Þannig að hvernig fólk bara að tjekka inn MMA fréttir, það verður komið grein þetta einhvern veginn bara. Já, við förum í stóra bitmálið.
Herru, John Jones var að tala hann sem severe arthritis, var það hefði hann? Nei, ég veit hvað hefur. Ég held að hann sé ekkert að keppa aftur. Hann var eitthvað... Nei, hann ekki bara alveg búinn. Ég held að. Já, þú veist, það var líka bara, þú veist, já, hann var að reyna að komast á hvítúðskartið og Dana White var svo mikið bara svona, nei, þú veist, bara unreliable og eitthvað. Þú veist, ég held að Dana viti alls konar sem hann sé ekki eitthvað að tala publicly. Einmitt, eins og þetta arthritis. Arthritis. Hann segir mjöðmyndina hans séu svo ógeðslega slæmar og hann vil nota það sem eftir af mjöðmónum hans bara til að leika við son sinn. Hann á svona þessi 40 ára strák og þannig að hann bara búinn. Já, hann líka bara orðið ykkur meðisla hrúi eins og þegar hann hérna sleit vöðvan hérna við kassan og svona, þú veist, þetta var orðið bara svolítið, þú veist, það wear and tear sem fylgir þessu sko og hann bara, þú veist, hann jammar of mikið og gerir heldur of lítið recovery til þess að geta leyft sér að berjast á þessum aldri. Ég er með eitt í þetta, það hætti ég aldrei. Andrei Arlovski, BKFC champion, það, hann ennþá bara, vann Ben Rothwell í, núna helgina. Er hann á heavyweight champion of BKFC. Það geggjað, þú veist, hann 47 kamp. Geggjað. Mér svo geggjað hvað allir þessir allir þessir UFC fighterar, hættir, eru komnir í BKFC og eru bara að gera það gott. Næsti gæi sem ég vil sjá í BKFC, veistu hvað það er? Nei. Það er Taito Iwasa. Hann búinn í UFC. Já. Hvar á hann heima? Í BKFC. Það ekki? Jú. Hann samt alveg sami gamli Taito Iwasa þar sko. Já, en ég held að hann geti gert það gott þar. Já. Ég trú hann. Hann brawler og þú veist. En engin glíma og kjaftaði sko. Nei, nákvæmlega. Og bara, þú veist, easier competition. Já, bara svona eldri gæjar og eitthvað. Svona gamlir svona UFC rejects. Já, maður getur bara stand and bang. Já. Ég veit þess að BKFC ógeðslega skemmtilegt. Já. Hefurðu hort á heilt sjó eða? Ekki heilt sjó, en bara einhverja bardaga svona einu á milli, sko. Já, þú veist, maður bara svona, horfum maður bara 3 knockdowns í einni nótum. Maður bara eitthvað, hvað gerast þetta? Já, það líka bara svo, það svo stutt í eitthvað massíft gerist. Þess að það getur bara alltaf eitthvað, þú veist, og það náttúrulega bara sumir sem bara lúkar svo fokkt í smettin eftir fæta á það. Maður bara, þú veist, if you want blood, you got it. Þetta ógeðslega skemmtilegt. Ég veit svo Conor berist þarna. Kannski tekur eitthvað UFC í viðbót. Kampur kom á full og hann 100% Conor McGregor. Já. Þú veist, ég vona að hann fari líka í BKFC þegar hann búinn með það UFC. Já, ég saman. On last eitthvað, hann eitt síðast að fight, eitt síðast að runna eitthvað til eitthvað. Það var áhuga þess að. Já, ég samla. Ég held að þetta verði gott. Herri, ég spæði slá botn í þetta núna. Já. Þetta bara lítill, stutt og laggott. Við þökkum öllum fyrir að hlusta, minnum á styrktaraðilinn okkar, Mínigarðurinn, Yngling og Reykjavík MMA. Við erum að standa við bakið okkur og hafa alltaf kveikt í ljósunum. Það er mikið að frétta. Ég átti fund með Stöð 2 í dag, varðandi hnefaleiksýningu og má ekki ræða of mikið hana, en þú veist, það er mikið í pípunum í hnefileikaheiminum. Þannig að við höfum eitthvað til að vera mjög spennt fyrir í apríl. Þannig að ég segi bara við alla hnefileika unnendur bara stay tuned. Þetta verður alveg sjó. Já, spennandi hlutir að gerast. Spennandi hlutir að gerast. Takk aðeins fyrir að hlusta. Við sjáumst eftir viku þar sem við hittum upp fyrir Strikkland og tölum glímuferðir og fleira gott. Það verður geggjað.